Spurningin, are you ready now? Klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 3. júní. Fyrsti þátturinn okkar í júní. Og FM 95 Blöður hafi göngu sína á þessum yndislega föstudegi. Það fullu bátur, allir í gír. Við vorum í fríi síðasta föstudag þar sem við vorum staddir í Tallinn að taka upp blöðkastið. Sá þátturinn mætturinn á fm95blöð.is í mynd. Þetta ykkur sem eftir að kíkja á það. Annars heiti ég Auðun Blöndal og siti í mínu sæti og beint á móti mér eru tveir kappar. Annar fyrirlið þáttanins, hann heitir Egill Einarsson, verðstu velkominn. Sætlitu, hvernig erstu? Ég bara ekki verið betri held ég. Gott að heyra. Svo nýr. Hinn markaðasti leikmaður þáttanins og dýrasti leikmaður þáttanins og einn dýrasti listamaður landsins, Steinþór Hróa Steinþórsson. Hvernig erstu? Já, næst dýrasti listamaður. Ekki ljúga þjóðinni. Hvernig er Steindi? Herru, ég fyllandi góður og fróðandi fyrir. Ég heldur góð, veist það. Já, eftir öll þess ára, þú hefur aldrei verið betri, þannig að þú verður betri með hverjum föstudeginum í 10 ár. Þú ert alltaf bara fyllandi góður og fróðandi fyrir. Máli að útvarp svo góðum miðl. Þú veist, á föstudum Það ótrúld, ég hlakka ennþá til að mæta það. Já, fyrir mitt liti, þú veist, við förum inn, við lokum hörðinni. Já. Og við erum bara þetta bara, þú veist, ég núna bara að hanga með ykkur. Ég orðin peppari fyrir þessu meira eftir ég var faðir. Já. Þetta svona leiðilegt að vera heima. Nei, alls ekki, svona my time einhvern veginn. Já. Sitja bara með 2 mittlýsingum og skemmta mér. Ekki með öskrandi krakka. Nei, en þetta kemst svona næst því. Þú veist, þetta svona félagskapurinn sko. Þetta er þinn tímiblöð. Þetta svolítið minn tími. Og þú láttu okkur bara vita hvað þú ert að pæla. Ég ætla að nýta hann næstu 2 tímana, ég ætla að njóta. Og herru, Tallinn drengir. Já, við farum í Tallinn. Já, það var gaman. Já, veistla. Ísland. Já, reyndar versta þjónustu lund sem ég hef kynst á ævi minni. Fólk hægt þetta. Já, það engin dónalegur. Jú. Það allir kurteisir. Nei, það ekki rétt hjá þér. Ég lenti aldrei í því. Það var bara svo lengi. Eitt barþjóðnana sem var. Nei, ég Það ekki orðið svolítið skrítið að þú sést alltaf svo eini sem lendir í einhverju vesinni. Nei, gæti það ekki verið þú. Ég tek ekki alveg undir þetta. Því að sko, máli eins og þjónustulundin í Jamaica. Við höfum farið þangað. Og hún mjög hæg. En allir glaðir. En það bara ekki búastu góður í þjónustu. Þarna fegstu ekki góða þjónustu. Og þú varst svona, manst ekki Mér finnst ekki ókurteis. Jú, manst ekki, við ætlum að fá að borða úti. Það var sól, með við borða það úti. Já, reyndar, sá staður var þú voru að borða inni. Akkur að borða inni. Asískan. Ég misti því. Þau voru leðileg. Við máttum ekki lappa út með diskin. Samt satt fullt af fólki úti með disk. En við vorum 3 mínútum á seinir að panta til að fá að sitja úti. 3 mínútum. Já. En við máttum fara inn og það verið mjög harður starfsmaður sem lentið á þar. Já, svo spurðum við, megum við drekk úti? Já, þið megum drekk úti. En ekki borða. Nei. Bara ok, en ef við pöntum inni og förum með það út. Nei, það má ekki. Ok, en þú sagði þér áðan að ástæðan fyrir mættum ekki panta mat úti að því þið væri ekki með staff í það. Já. En ef við löpum með það sjálfur. Já, farið bara með hann út. Já. Þetta var svona þannig. Þetta svona, þú veist, maður hugsa örugglega okkur líka núna. Djöfullur Íslendinga leðilega sko. Já, örugglega sko. En landi koma óvart. Mjög. Já, Tallinn og Ísland. Þetta var svona hugguleg lítið borg hérna. Þetta var svona það var tiny, en flott. Já, algjörlega, það svona gamla byggingar og gamli bærin og fólk veit hvað ég á við, gamli bærin og ný, þetta alltaf svona. Og spórað björn, Já, ég fekk mér skoða björn. En þarna var sko bara gamli bærin í rauninni, landið var bara gamli bærin, bara gamla byggingar og svona, ykkur svona rústi frá Sovétríkjunum. Var ekki einhver elsta kirkja Evrópu eða eitthvað? Já, maður fá 1400 þessi kirkja, heldur góð kirkja sko. Egill gerði ekki annan að googla byggingar sko. Já, það var nýra Egill í þessari ferð. Hann var menningarlegur. Já, hann var svolítið menningarlegur. Ég gaman að segja okkur til við tiltum okkur ég var alltaf gaman að tilla mér á torg og maður ískaldan bjór. Það var þessi gerðin. Og töða. Og síðan, við fegum að bókuðu mæk með ferðina þannig að töði var upp á 10. Já, það var gott töði í gangi. Ég hef aldrei heyrt hann eins. Jesus Christ. Það kann að töða, sko. Já, hann bara töða svo lengi að kom fugl og skeita. Hann Íslandsmeistari í töði. Já. Það var rosalegt, ég mista því. Þetta var hringalega skemmtilegt, skemmtilegur hópur og bara virkilega. Já, líka búin að gleyma það gaman í póker. Það er langt sem maður verið í póker. Akkur eru ekki spiluð ekki átt að póker? Ég bara, einhvern veginn datt úr pókernum á Íslandi. Ég veit ekki hvað gerist. Ræs út landaköss og þeim var að hendi gott póker. Þú mikið pláss heima þar. Þú ert að fá pókerbord og bara lænaði upp í eitthvað sem herbyggjum og bara Steindi getur verið með kasinu heima þessar, það myndi enginn fatta það. Já, ég segi þú ert fullkomið svona sett upp í að halda pókerkvöld. Mér finnst mjög gaman í pókerstafar. Ég tengi ekki við að spila póker við ókunnt fólk. Nei, mér finnst það bara svo gaman. Ég vil sitja við borð og vera, að hlæja og segja sögur og svona. Og menn eru bara með lítið undir, það er enginn að hreinsa félagann sko. Þú veist, það er bara smá undir og bara stemning. Hlæja og segja góða sögur. Já, þú veist, ef ég sit á... Það mætir enginn í kasínó til þess að segja góða sögur. Nei, ég er ekki að tala um kasínó. Ég rúlla í kasínó. Ertu að segja sögur það? Nei, ég er að segja, þú veist
ef ég er að spila póker þá, þú veist að ég veit ekki, minna bara, þá sitt ég náttúrulega bara að spila póker og þegi. Nei, ekki út að spila vinniðina. Nei, ég fíla það. Já, ég skilji. En þú getur ekki að kynst bara fólki í kassanum, kynnist þeim, svo segir þeim sögur. Ég, sko, fyrsta kvöldið þá satt ég með einhverjum svíja langt fram á nótt, mér finnst það ógeðslega gaman. Já, svo var það líka. Það er eitt í þessu. Það var helviti. Ég meina, ég er stemningsmaður, það var helviti gaman, en nú eru komnir aftur heim. Já, mættir heim og, já, samt feskir, sko, það verður að viðkennast að aldurinn, hann er búin að ná manni. Því að maður er í nokkra daga að jafna sig á svona ferð. 5-6 daga? Nei, ég var enda 3 daga að jafna mig. Það er að vera alveg 100%. Hún er snöggur, sko. Já, ég vissi samt bara. Það er vel gert, sko. Stendir í Youngblood, sko. Hann er mjög snöggur að ná sér, sko. Nei, ég er ennþá að ná mér, sko. Ég er ennþá að ná mér. Og málið er að, sko, ástæðan fyrir því líka Leiti kendi COVID-um Ababólinu og COVID og ég veist öllu þessu. Nei, málið er að ég, þú veist, eftir að er ég einn það? Eftir þetta COVID-rugl ertu ekki aðeins þreyttari? Nei, þú veist, ég held að sést bara þú ert orðinn aðeins eldri. Er ekki bara því að frúin er búin að vera í París og deitt með grislingana og rála á þér og... Þú veist, ég lendi, sko, við lendum með miðnætti. Ég lappaði inn til mínum 1-leitið 1-2 og hún fer út 3 tímur seinna. Þannig að ég kem bara heim og svo er ég bara að vakna á 7:30 með krökkunum að setja bara hérna jógurt og seriós og allt í gangi og fara í skólan og finna fötin og töskurnar. En það er samt kostunum fyrir því, þú getur hendið með skólan. Svo veit ég að þú fórst aftur hendið inn að sofa. Matt er ekki eins og fann á leikskóla, sko. Nei, svo er það líka. Þú farið breaks og það er krakkarnir bara. Já, ég vorkin er ekki neitt. Í Kópavogi fæ ég ekki leikskólapáss fyrir svona 3 ár líklega. Já, ég er sama bakka. 3 árið. En það er ekki þessin í Mosó. Þú ert að labba inn í hvaða leikskóla sem er þar? Nei, þú labbar ekki inn í hvaða leikskóla sem er. Það er ekki Steindi fucking Junior, jú. Þá reyndar, ef þú væri Steindi fucking Junior þá myndir þú reynda að labba inn í hvaða leikskóla. Þú getur labba með 3 mánaða krakka og bara þetta er krakki ítækja. Nei, það er ekki hannig. Ég meina, ég lendi líki, ég krakki minn byrjaði sent líka. Þetta er bara fyrir eftir hvernig það eru fætt og í hvaða röðu þau eru. Mæ er hræðilegu mannur, því miður. Það er alveg skellur. Það er nefnilega ekki nóg gott. Ég tengi við það. En við ætlum að vera með 9. dagskrárlið í dag. Já. Og við verðum bara að vera hreinskilir. Við reyndum þetta í 1,5 tíma, Steindi. Sem heitir, titilltekin. Já, titilltekin af. Já. Og hann skeit þessi liður það ekki? Jú, eins og við vorum búin að sjá þetta fyrir okkur, þá átti þetta að vera svo skemmtilegt. Steindi var búin að ná myndum af öllum plöttunum í Keiluhöllinni. Vissir þú að brautunum í Keiluhöllinni, það eru plattar af öllum Íslendingum sem hafa tekið 300 pinna, sem er bara svona flawless leikur. En hvað meistar á náðu því? Það var fullt af fólki og ég tók mynd af þessum plötum. Svo fekk ég líka starfsmann að senda mig fleiri platta, sko, því að þetta gekk svo illa. Og við vorum að ringi fólk, við ætlum að ringi í þetta lið og segja bara, heyrðu, það er búið að vera, varst þú ekki, náðu þú ekki 300 pinnum 2016, 19. nóvember, þetta er allt merkt. Og þau eru við nöfnin og öllum. Jú, það passar og, já, ok. Fyrstulega var helmingurinn á þessi lið ekki eins og já? Nei, helmingurinn á liðinu var ekki á já.is. Og hinn helmingurinn, við vorum semst að ásaka þetta fólk að hafi komið upp bara búið að kvarta mikið undanfarið. Endur nýja plattana, það var eitthvað, þú stekst á línuna eða það voru 2 pinnar. Þetta er mjög góð hugmynd að klefa, sko. En málið er það, allt þetta fólk það sagði bara, byrju, hvað segir þú? Já, platti? Já, takk hann bara niður. Hæ? Þú voru að berja stjórnir titlinum. Það nefndi sig. Takk það bara niður. Það var svo fyndið, Steindi var svona þvílíkt að reyna. Nei, við þurfum ekkert að taka niður. Þú varst með fullkomi leik, ekki? Jú, ég var með fullkomi leik. Já, en svindlaður? Nei, ég svindlaði ekki. Nei, þá verður þú að taka niður. Já, takk það bara niður. Og svo hugsaði ég bara, það var enginn að æsa sig yfir þessu. Þá reyndum við meiri sig að ringja og segja bara, heyrðu, það er alltaf að tússa plataðin eitthvað, Svenni Skeina og eitthvað, þú veist, við getum ekki verið að þrýja platan alltaf, við verðum meðlega bara að taka niður. Ég byrja eitthvað svona að flækja þetta eins. Varstu kallað það einhvern tíman? Nei, ég kallast ekkert það, sko. Ég hef aldrei verið kallað það. Ég hef aldrei verið kallað Svenni Skeina, en taktu bara hennar plata niður. Það var alltaf sama niður. Taktu bara plata niður. Svenni Skeina? Nei, þú veist, ég sagði það ekki. Ég var bara að segja Hafþór eða eitthvað, Hafþór Skeini kallaði. Já, ég var bara að segja eitthvað nafnir unni. En þú veist, málið er bara að plattarnir, það var ekki big issue að taka á niður. Nei, Keilarón með drullu sama. Þannig að sá liður, hann er ekki dag. En getur ekki fundið eitthvað að koncept er gott? Getur eitthvað annað svona annan titil?
Eitthvað svona eins og einhver veist bara hugsa upp á þessu Jókunn Geirdal frasakóngurinn kippa þeim titla á honum Það var enda rosalegt að ringi Jókunn og segja bara herru það er búið að taka titlum með frasakóngur Það komið nýjir frasakóngur Það er þetta Siggi hérna í rúmfattalaganum hann er algjör meistari Jókunn myndi bilast Hann myndi trompa sko Og líka Rikki, hann er mjög góður í þú veist hann er mjög góður að fróa sér yfir gólfstöðinni eitthvað annan nýkongur í því Eitthvað svona, ég veit ekki hvort að hann myndi vera eitthvað pyrraður eða að missa þann titil Kippum eitthvað svona en taka titilnamnunum Já, við skiljum hvert þetta farið en þetta við vorum meira að meina bara svona legit titlar Þú veist, þú fæst velun fyrir þig Er Jóngunar ennþá að heilsa fólki og segja sæl frasakóngurinn Ég meina, hann, nætu að það var vinsal út af honum Bara út af honum Ég hlakka til að fá SMS frá Jóngunar Þannig að svona við hugsaum en að þetta er góð klefi Já, þetta er góð klefi En við gáðumst ekkert upp í klefunum því að við fórum í nýjasta liðin sem að heitir Er þetta til? Já Og hann var geggjaður Þetta er svona, þá ringjum við eitthvað og við steindi keppum að spyrja út í eitthvað í búðinni sem er ekki til og það reyna að fá eins mörgum nei og hættir Já, við vorum með þetta fyrir 2 vikum og mjög skemmtilegt Og það kom eins mörgum vörum sem er ekki til í þessari búð inn og getur Og hérna Ástæðning Við náðum heldur mörgum vörum Þekkið ekki á sínu stað og það er skemmtilegt í dag Ein spurning sem ég hlakka mikið til að spyrja ykkur Svo er það, herðu já, spurningkeppni Gilsans Þú sagðir okkur aðan, hvað var það, King of Birthday? Nei, sko, annarkvæmt þetta er King of Birthdays eða King of being a birthday boy Ég veit ekki hvort er betra sko. Mér finnst það rosa skrítið koncept Ég hef aldrei með þetta Nei, ég veit það Ég bara segja, þú veist, ég meina, hversu mikill underdog er ég fyrir keppna Því að það er engin meiri Það er ekki til meiri ammálspöld En síðan er spurning Spurning er sennilega svona 1,18 á mig Já, það sé samtalið skemmtilegt Kanski sé sér bara þjóður Steindi er bara hörku ammálspöld Ég hef samt að Kemur kannski óvart Ég er bara að þekka henni 11 ári Ég hef aldrei farið í ammali til hans Ég held ekki upp á ammali Ég vil vera einn ammali Það er ekkert eðlilega lélegt Ég vil bara vera einn ammali Hvað er að þig? Ég hef alltaf búin að fara í 2 ammali Ég held upp með alltaf 10 ára fæst 10 ára fæst, já Það er bara koncept síðan Það eru 2 ári Þú ert ekki með neitt koncept Já, það eru 3 ári Konceptið haldi aldrei upp á það er ömöld koncept Ég er 37 ára Ég held upp á ferð 600 fermetra Þú veit, þú ert allir reif heima höfður sko. Þú bóðir bara öllu sem ekki Ég er bara engan áhuga á því Og ég, sko, málega Ég nenni ekki, þú veist, þetta er Mér finnst bara þægilegast að vera bara heima Spila bara töluleik Ég veist það, ef ég ætla að halda upp á ammál mitt Og halda ykkur partí og svona Jú, þetta er gaman í partí Ég gera það alveg bara fyrir ykkur, sko Og fyrir blöð, sko Það er ástæðan ég gera líka, það er fyrir hitt fólki Nei, ekki reyna að blekja þig svona Þú held Það er svo langt sen ég setti sjálf mig í síðasta sæti Já. Allt sem ég gerir núna er Það er að segja mér að ammálstæður þinn snúist fólkið Fólkið sem er að koma Þið fáðu öll að hittast og vera saman Við hvernig heldur að setja Mér finnst það góða punktur í honum Já, þetta er bara sko málega ammálið Ok, heldur upp á ammálið mitt til að fá gjafir? Nei, þú heldur upp á ammálið til þess að vera kongur Það er ekki, ofna að pakka Ég er alltaf að hugsa um ykkur Sko blöð, þú varst að bjóða meir í ammálið núna daginn Já Og það er í 3 daga Nei, þetta er basically bara Það er 3 daga ammali Við sem erum að fara skemmt á kótilettunni Verðum bara því hverðargerði Þetta er mjög lítið ammali Ég er bara snúa lífið mínu við út af þess ammali Já, þetta er 3 daga frí Nei, þetta eru 2 dagar Já, það takkir sér frí og fös Við erum bókar á lögðarskvöldin á kótilettunni Steindi er að taka sér frí og fös Já og lau sem hann þurfti hvort er að gera og Sunn er að koma sér heim Þetta er hverðargerði 20 mínútur Þetta er first lesson Sko málega Ég hef aldrei farið í 2 eða 3 ammali Þú mætti líka ekki þið Penguin Suite Það var 5-6 dagar Þetta er mjög spesk og koncept Þá vil líka splæstan á mig þið Penguin Suite Yfirleitt er ég fyrir ammali Þetta er 2 nætur Steindi Þú ætlar að grenni yfir þessu 2-3 daga gammal bát Nei, 5 mánuða eitthvað Nei, 5 mánuða? Hvenær var ammali Marlin? Hún er 7. maí Ok, hvernig var ammali? 8. júli Það var ekki 3 dagar Það var mjög nýtt bad Hvað, 10 veiktar gammalt bad? Hvað átti ég að skilja? Átti ég bara að fara einni á Rangá? Nei, tegur frúna með, bara pössun Pössun fyrir 10 veiktar gammalt bad? Það er rugglað Þú fær ekki fyrstu pössun bara fyrir badnið Það er bara 3 ára líka við þetta sko Nei, þú veist, en skilur við bara árs eða hálsás En málega er að Þessna, Steindi Því að núna er ég að fara inn á koncertum mitt Ég held upp ammálið mitt fyrir ykkur Þannig að það vilt ekki koma Þetta er gert fyrir þig Hann er aldrei að mæta Venjulega sko Þegar ég hef farið í ammali gegnum tíðina þá er yfirleitt þannig að ég bara svona mætum áttaleitið og bara í 4-5 tíma konsert Svo erum við bara farin í leigubíl heim bara svona miðnætti og ég fór í ammali
Þetta er 3 daga ammali. Ég þarf bara Ég þarf að kippa krökkum úr skóla 72 klukkutíma á koncertum. Herru, nei, núna er ég með Það er enginn sem lígur meira en Steinþór Freyr Steinþórsson. Það voru tvær strax risalegar. Hvað er Steindar ljúga núna? Fyrsta lagi, ef einhver býður í ammælið þitt, þú ert aldrei farin heim á miðnætti. Þú ert ofta síðastur heim svona 3-4 leið. Það er bara staðfest. Ég er aldrei staðfest, ég er ekki síðastur heim á ammælið. Fyllibittur eru síðastur út. Og númer 2, þú ert mættur á Greenhouse svona 6-7 leiti á föstudegi og ert farin heim á sunnudegi. Hvernig getur þetta verið 3 dagar og inn í þessu ert að skemmta kótulettunni sem ert hvort þið að fara að gera. Þú þarft alltaf að fara á Selfoss. Þetta er bara léttast ammæli í heimi. En þú heyrir svona í setningunni sagður það föstudagur og sunnudagur í sömu setningu. Nei, þú ferð þá bara heim. En við erum í frí hérna í blöð út af því að Júlí. Já, það er fyrir sumafrí hérna. Þú vaknar bara á föstudeginum, fer í sturtu, gerir Ég er ekkit eðlilega peppaði fyrir þessu. Ég er bara að segja, þú veist, ég er bara nú maður fann að græja á. Þú er bara, þetta er 3 daga frí. Common knowledge. Common knowledge Það er í dag. Já, það er í dag. Birnir, besti rappar landsins og sko, I'm a huge fan. Ég sá hann í höllinni, ég hef ekki fylgst náða mikið með þessum döfara. Nei. Ég verð bara, nú er hreinskilinn. Þetta er svona eins og það sturlar. Þetta er svona eins og ég segja, hann er svolítið svona uppáhaldsrapparaðins. Það er svolítið sagt Hann er geggjaður, hann ætlar að koma einn í heimsókn í fyrsta sinn. Já, hann er með risa tónleika morgun. Þetta er útgáfa tónleikar á plötun hans sem kom út fyrir, ekki löngu stuttu bara, mjög stuttu. Og þeirra morgun, þannig að hann er að fara að koma til okkar að spjall og hann er aldrei komið. Nei. Fyrsta skinn, þannig að ég er með spenntra, ég er með fullt af spurningum sem langar að spyrna. Já, það verður gaman að fá hann. Svo minni á að Keiluhöllin er núna með 2 fyrir 1. It's back, eins og þeir segja. Það var alltaf 2 fyrir 1 á barnum í Keiluhöllinni. Svo datt það út í smá tíma. En nú fáum við 2 fyrir 1 í Keiluhöllinni. Bara föstudag og laugardagskvöld og rúta í bæinn. Það er rosa. Þannig að nýtið ykkur það. Það er sama koncept og var. Já, sem er geggjað. Og svo líka U21 ás landsleikur núna klukkan 17:00 í Víkinni. U21 ás landslið Íslands. Og mótið hverjum erum við? Til þess að kíkja á leikinn. Ég veit það ekki alveg. Nei, það er bara En við hinskilinn. En ég ákvað að lofa mínu manni Ísaki að plokka leiknum. Já, sjálfsögðu, og erum við ekki að fara að vinna þetta? Hann er með þess að bliki. Hann er raðinn fyrir blikana. Ég er mikill blikamæður sko. Já, þú ert loða mikið allt bara sem er nefnt. Nei, Ísaki er minn maður og Jassi, náttúrulega minn maður eðlilega. Og ég er harðið bliki sko. Já, harðið bliki. Þannig að, já, það er gott að fá þau að sæna hann inn. Já, ég minna, þú veist, við gáum ykkur Jassa frá afturlíku. Þú skulda mér eitt. Ég elska hann sko. Ég elska líka pappan sko. Passaði bara eitt, ef þú ferði okkur mikilvægan leik með blikunum og Steindir orðin blikja, því að hann var orðin tindasólsmaður í körfunni. Ekki sittu við hliðin á hann. Þú ert að hlusta núna. Hlustaði núna. Já, setti á það headphone. Ég er í einhverjum svaðalögum gýr. Það er öruglega því að það er hvítasunnahelgi, ég veit það ekki. Þetta hérna er sérstaklega fyrir þig. Wow. Sjálfur lag. Það er Þetta grínast þig. Þetta lag kemur hann ennþá í gýr. Gamla Þetta góða. var besta lag sem ég heyrt. Fyrsta lagi sem hann spilaði í FNÍ Blöð Evers. Rosalegt lag. Pitbull. Láttu það rigna yfir mig. Já, Mark Anthony hér með Rain Over Me. Ég gefði það eitt. Ég er nú kannski ekkert stæðstæð að Pitbull. Þetta lag er drullu gott. Já, og eldast bara vel. Verður ekki þreitt. Ég var aldrei hlustað á það og hugsaði auðvitað leðið lag. Aldrei. Nei, ekki en þá allavega. En það kom að slúðri hér í FNÍ Blöð. Yes. Og Brakandi fest. Brakandi fest, ég má ágætis pakkandi ykkur. Er það ekki? Jú. Sko, 2 mólar með sömu manneskjunni. En Egill verður mjög ánægð með það, því að það er hún Kim Kardashian. Yes. Og ég er með 2 móla henni. Fyrsti mólin er að hún var í viðtali núna á dögunum við New York Times og sagði þar að hún myndi gera allt til þess að missa ekki æskuljóman eða svona halda í æskuljóman her youth. Vill hún ekki eldast? Nei. Ok. Og hún sagði ég myndi gera bókstaflega allt. Meðal annars segir hún myndi éta saur á hverjum degi. Myndi éta kúk á hverjum degi? Já. Þannig að við erum að fara að sjá hann að vera með svona plastface. Hún myndi eat shit á hverjum degi til að vera forever young. Já, og erum ekki að tala um að vera endast í aðgerðum. Við erum að tala um að Nei, hún var basically að segja bara hún myndi gera hvað sem er til þess að, já, auðvitað gerir hún það. Hún að setja á sig krem og allt svona, hann veist. Já. Þannig að ég ætla að spyrja ykkur drengir, myndið þið geta skít til þess að á hverjum degi til þess að líta svona út eins og þið líta núna? Ég er bara heldur góð sko. Já, frekar eldast og sleppa. Ég er ekki bara allt í lagi að færa nokkar rökkur og heldur áfram með lífið og það er ekki bara Það er ekki talað um hvernig saur, ég ætla að vonast ekki að tala um mannaskít. Það er svona hvernig saur er það? Ég veit ekki. Hún er að tala um bara mannakúk og ekki annars sem var sagt hundakúk eða
Já, hún hefði alltaf tekið fram, ef hún var að tala hundakúk þá hefði hún alltaf sagt, ég myndi geta eða músakúk Þannig hún myndi tala bara venjulegan kúk hún myndi geta bara mannaskip til að líta vel út til að vera forever young. Það myndi ekki gera. Er það ekki mjög skrítið að segja þetta? Með margir sem eru okkur spyrir ekki sér svo David Beckham hann er svo helmingi hugulegur núna en það var þegar það var 20 sko. Núna bara hugsa þetta bara þannig. En hann er ekki með æskuljóman. Það sem hún er að tala um, ég veit alveg hvað hann er að tala um. Mjög hugulegur sko. Af hverju viltu alltaf vera þannig? Það er sem fólk sækist í. Ég tengi ekki við það, en alltaf Þú er satt með hugulegur. Hvað þyrftur mikið pening núna stendi til þess að geta mannaskiptið á disk? Ég myndi En þú með COVID, þá finnur ekki bragð með COVID núna það ekki. Ég myndi segja við mig og getur hún að diska mannaskít þá verður þú svona eins og vart í dag 60. Myndur þú gera það? Nei. Það er bara, akkur ætti að vilja, ég er núna 37. En myndur þú gera það fyrir 100 miljónir? Það er bara astnældi, ég væri svona 60. Hvað upp að þyrftur til þess að taka svona eitt heilan kúk? Það er alltaf með bara 2 bita á kúk. Hvað upp að myndir þú taka? Þannig að basically ef þetta væri svona eins og pulsa þú myndir skera 2 pulsubita. Hvað þyrftur það? Ég myndi ekki taka, það er engin uppað. Þetta er ógæst. Þú er allt uppað, það er uppað fyrir öllu. Hvað uppað væri það þér? Til að bóra 50 miljónir? Ef þið hendið í söfnun og hendið 50 ámborðið skulle ég bóra 2 bita af kúk. Nei, 50 miljónir hljómar þetta. Síðasta sem ég er að fara að gera. Ég held að Björki Tóðsson trefin að svoleiðis kameri. Ég er aldrei að fara að hendi söfnun að sapna 50 miljónir svo þú getur getið mannaskipt. Aldrei. Ég æli 100% sko, það er gott kameri. Já, það er klassískt. Það bara setur búið til einn ógeðstrikanda. Ég kúast allavega sko. Herru, svo er næsta slúður, það er að sko, það er náttúrulega í öllum slúðupökkum núna er Johnny Depp og hún Amber Heard. Það kláraðist þarna réttarhöldin voru að klárast Ég horfði ekki á eina sekund af þessu. Nei, ekki heldur. Egil horfði á þetta allt. Ég held ég hef ekki mistað af sekund. Hann var að horfa á þetta á YouTube. Með þetta besta sjónvarsetni, sko, ég tók alla bíómyndir og alla sjónvarstætti og allt sem verið í gangi. Þetta tók allt og reykti það. Pappi minn horfði á þetta líka. Já, hann er náttúrulega búin að uppgöta YouTube. Já, sýnjóra, við náðum vel saman sko. Þið er bara harðið YouTube menn. Hann sagði við mig að réttarhöldin væru frí á YouTube. Já, frítt. Þetta er bara frítt. Ég bara, já, ég skilji. Hann borgar ekki í krónu. Sko, en slúðrið er ekki þessi réttarhöld heldur að, sko, fólk sem að ef þú ferð inn í salin, the courtroom hvað segir maður, réttarsalin, já það farið svona band, appelsínugult band og þau eru að seljast núna fyrir $1,000 á eBay. Böndin? Já, þú getur bara basically ef þú varst í salnum þá getur selt bandið þitt á 130 skall. Ekki neitt sko. Það er ekkert merkilegt sko. Fólk er bara ruggla. Nei, ég er að segja það eru 1000 manns bara manna þarna fyrir utan að þau eiga bæði crazy fans og the crazy fans vilja að fá böndin. En þú veist, þetta er ekki einu svona bönd sem þau voru með. Þetta er bara bönd sem fólk sem komst inn í réttarsalinn. Komst inn, var þetta opin réttarhöld? Já. Já, ég meina, horfðu ekki eina sekundu? Nei, ég er ekkert að stríða. Það var bara fólk aðna. Af hverju var það eiginlega? Og guðdómur og bara. En af hverju var fullt af fólki eins og það væri bara rocktónlingar? Og ætla að komst ekkit inn, þú kannst ekkit að sóti, vil að fara að inn? Nei, þú var bara ekkert að götunni. Það var svona 50 mannsannir. Til hvers? Af hverju má það? Það veit ég ekki, hvað, ég að svara því. Er þetta ekki skrítið? Þú voru að heyra ykkur dómara með það, sko. Þetta er alltaf svona, maður ringdi ekkert lögfræðing. Við erum útastmenn, Steinn. Það er heldur spesand. Ekki spyrja 2 útastmenn út í þetta. Nei, ég veit ekki. Ekki dómara, sko. Nei, og fyrir utan það, við erum ekki útastmenn á bylginni. Þeir getur kannski svarað þessu. Við erum FM, sko. Partilæstin á bylginni, sko, þeir erum FM 97. Þeir eru byrjaðar að löng helgi hér. Já, þetta er merki fyrir aftan hausinn á blöð. Það hvítasunni helgi, það er alltaf núna í bylgistúdíu. Það er bara reykurinn sem kemur það nút, sko. Bylgjulestin kallar þetta ekki hvítasunni helgi, þeir kallar þetta hvítu helgina. Svo er lokaslúrið. Það er ég og föðslöðu Sönn Mán. Nei, það var skett í steypustuðinni sko. Herru, hérna það er aftur Kim Kardashian. Aftur? Já, ég var með það voru pakki í dag. Það er móla frá henni, þetta er svakalegt. Hún var núna að viðurkenna í viðtali, örugglega verið í sama viðtali, að orðurómurinn tippaorku Pete Davidson hafi fyrst vakið áhuga hennar. Það var það sem að þetta kallast BDE eða Big Dick Energy heitir þetta á ensku og hún var búin að heyra þessu og þannig að hún tók fyrsta skrefið og hún sendi á hann því að hún segir að hann mætti ekki partíið eftir Saturday Night Live, það mættu allir nema hann hafði greinilega engan áhuga á henni og það kveikti líka svolítið inn að hann sýndi henni engan áhuga eftir að kista hann í þættinum í einhverjum skets og hún var búin að heyra þetta BDE eða Big Dick Energy og það kveikti svolítið í henni. Herðu, hún sendi honum bara skilaboð og fekk sem sagt nokkrum dögum eftir þá hringdi hún í framleiðanda
SNL Já. og baði númerið hans og sendi honum skilaboð þar sem hún væri basically DTF og það skamstöðunin down to fuck. Þetta fólk þar tilur á Hvað er ég að hlusta á? Fólk þar tilur á Þetta var bylgjuna rosalega móli sem Ég ég er að lesa bara, hún var að segja þetta Já, viðtalið. ég er bara fólk stilt yfir á bylgjuna með kláruna móla Sendur hún þetta bara, sá hann ekki hæ Kim Kardashian hérna Kynntu sig ekki tvistið? Jó, pottjett. Römmum við daginn sinn Hann var með BG Nei, ekki G. BDG Já. Nei, BDE Já. Og hún var T Nei, DTF Hún var DTF og hann var BD. Og framlendur á þættinum, hann var bara, herru, hold my beer Og leta hann fá númerið Og þau byrjuðu saman Og sko, Pete Davidson á lausu Já. ef Kim Kardashian sendiði bara DTF það er helviti hart. Hann sænaði sinn En það er eiginlega ekki það skrítið fyrir hann Ég meina, hann var með hérna Ariana Grande Já, og veist, hann er búin að vera í svona Instar-hring Hollywood, skilur Já. þú veist Þetta er ekki Þannig svona frétti Kim Kardashian að hann væri BDE. Hann er ekki að senda, skilur hún er ekki að senda bara einhverjum rafvirkja út í bæ þetta hann er í Hollywood, Já, skilurðu. já. En málið er að, hérna, já, þetta er rosalegt Og málið er að, ég stiði þetta Ég meina, hún bara þau eru búin að vera saman hún í hálft ár og bara gengur vel. Hún tók bara skrefið, Þau eru ástfangin. senda á hann Já, bara- Viltu taka kaffi og eitthvað með Ég hef líka alltaf, þú veist, ég hef alltaf fíla Kim. Mér finnst hún töffari, sko. Nú Mér fannst örugglega, sko. Chloe alltaf finnst þarna í þessu þáttum. Hún er svona aðeins. Nú, pældi í stöku, nú eru örugglega allir svona gæjar með svona stóra tilla að sendinni Herðu, ég er líka hérna með Big Thick Energy Er það eitthvað? Herðu, já. Með þessum fallum orðum Steinda sem var að fara í auglýsingar. Þetta er okkar maður Frikki Dór hérna lagið Þú í FN95 Blö. Herru, vá, klukkan er að vera 20 mínútur í 5. Þetta er þetta liðan. Já. Tjöfulliðu tíminn maður Drengi, gleðilegan júní. Já, takk sem leðis Gleðilegan júni, segir Já, aldrei, það var enginn sagt þetta við mig Ég, bara sem Ég er í leðis fyrst skipti Og enginn sattu mig gleðilegan júni Ég veit ekki hvaðan þetta kom. Maður segir gleðilegt nýtt ár Já, Gleðilegan júni gleðilegan júni, þetta er bara fallegt Fallum En mannur. þetta er gott hjá þar Þegar júni er þetta sumar og það létti yfir öllum og fólk er að grilla og hella í sig Og er þetta ekki líka, þetta er Pride Month, Gay Pride mánuðin. Er það ekki? Já, það ekki. Já, ég segi bara gleðilegan júni Já, Gleðilegan júní. Herru, það er komið að þekkja ekki. Hvor ykkar ætlar að fara fyrst fram? Já, það skiptir litlu Ég ætla að setja hérna á. Ég get Eitt farið. koma á málega, ég er í góðu sköpið það Stendur mótur á það Mér er skýtsam Já, mér líka ég hef yfirleitt farið fram og ég get bara að taka prentarinn á það Það er ekki partí frammi sko. Nei, Nei, það er óri Skrítið, það er ekki fullur en nú Mjög spes Ég er sjálfgeft að Já, Steindi, hoppa á prentarann. sín 13% upp Það er allt á kolvin Ég kiki bara fram Hlutabréfa Steindi mættur þarna í restina. Hann er farin á prentarann og Egil Þú var að taka með, það er ekki sæti á prentunum Þú var að taka sæti með þér og fylgstu með Egil, nei, það Steindi. Ég er rétt upp. Það fekist ekki með Hann er farin á, nei, hann er náttúrulega með ADHD á lokastígi, sko. Herðu, ertu ready? Semi Ok, fyrsta spurning, ég veit ekki hvort hún hafi komið áður allavega þá man ég ekki svörin ekkert, ég var að hugsa þetta þannig að hlustum, við eigum dedicated fans sem senda stundum bara þetta hefur komið áður þá bara byrjast afsökun á því, ég held hún hafi ekki komið áður hver er besti vinnuðin? Þessi er ekki komið áður, ég get að setja það strax sko Ok, Já Þetta hljóma á svona svo að Netflix er komin í 7. bekk aftur Ég var spurður síðast í 7. bekk, hver er bestu vinnuðin? Ég hef ekki spurt mig síðan þá sko nei, það var bara það er margt í þessum þætti sem minnir á 7. Ég bekk veit, það er svolítið hann sko Það er svo þessi komin dyrnaskóla aftur sko Já, þú ert núna bara í útdarpinu Það var gengið að mér í frímjóndum og spurði hver er bestu vinnuðin Ég næði þessu, þetta er barnaleg spurning, svaraði samt Sko, þetta er erfitt finnst mér sko Já. Þegar ég á svona 15 til 25 í gæðsólum bestu vini Þú veist í rauninni sko Já Þú veist, ég minna En sko, það er akkurat máli, svo stundum breytist það, veist, ég var alltaf með top 5 lista í Galanda sem var mikið gert grín að vinnum mínum. Já, Plastaðurinn inn og hvað nei, þá var menn var alltaf að spurja, þetta var svona grín sem að gekk bara hverju var á top 5 núna. Og duttu menn út af listanum og inn og alveg hægri vist Já, þetta var basically, ég man ekki hver orðað hár rétt á sínu tíma, þetta er bara hver, ég var náttúrulega lausu í 7 ár, bara hver nefnt að sinna mig mest á þessum tíma, hann var inn á top 5. En Húki mér alltaf verið á top 5 eða ekki? Húki mér dotti á top 5 Já, Hugi er alveg dottið á top 5, já. Það er rosalegt En, Sko, já, ég er að hugsa minna, ég er með alltaf marga góða menn sem popp í hausinn, þú veist, ég bara er að hugsa upp átt sko, ég er með Hjöppa og ég er með Fróaran og Leður, Snorra, Kolbaran, Mækaran, þig, Steinda
Swessmouth, Boogeyman. Ég í alvöru vesinni með þetta. En sko, það er samt svar. Ég veit þú átt svar. Þess að það var að stara á mér núna og benda klukkuna. Það þýðir þú átt svar. Já, þetta má ekki Ég ætla að gefa Gylfa Þór Gylfasyni aðtalnamanni þetta. Gylfi, forsetinn. Já. Sá er ránaður núna maður. Hann dættur í það. Það reddaði í helginni fyrir. Hann er alveg fagnað minni hlutum. Við getum Herðu, ok, þá er það næsta. Þessi er skemmtileg og Sverrir Bergmann á þessa sendi mér. Ef þú hefur átt að hann var með okkur áðan. Ef þú hefur átt að fæðast og alast upp í öðru landi, hvaða land hefðu orðið fyrir valinu? Vá. Já, hún er nefnilega, hún er góð þessi sko. Þetta er ekki hvert myndir þú flytja núna Já, svona ég að hugsa bara sko, þetta segir sjálft að Tenerife poppaði upp mjög fljótt hana. Það er basically spænskur þá. Já, ég bara hugsa á þetta að það er Tenerife er ekki land sko. Sunshine, já, Spáni, já. En þú veist, ég meina þetta er hans frá hérna Spáni, Canary Islands. En sko það er sól 365 daga á ári sem henda mér helviti vel sko. En þú myndir ekki hérna er sól þú myndir ekki jafn mikið kunna meta Egill, hefur þú fæðist þar og alist upp. Er það ekki? Nei, þá sem væri líka spá í sko the bodybuilding community er huge í USA. Kaliforníu líka sko Miami, Florida, Miami. Ég fæðast í Miami. Þú ert svo vitlaus Egill. Þannig að þú segir Bandaríkin. Já, en þessi USA er svo stórt. Já, en þú segir Bandaríkin. Verður ekki að segja eitthvað nákvæmara það? Nei, bara Bandaríkin. Já, samt, þá getið, þú veist, ég verð ekki að tala sko. Þú veist ekki að tala Minnesota? Ég verð ekki að tala það, sko. Nei, ég skal hafa í svega fyrir Miami. Getur að Miami skástrík Spán og við gefum honum punktið að sér annarkvort. Nei, allar að hjálpa honum. Já, ég veit það ekki. Á ekki ammali. Það er keppnisskapið að degi. Nei, hann ammali í desember. Herru, þá er það næsta. Ef þú mættir eyða kvöldstund með hverju sem í sögunni, hver þetta fyrir valinu? Lifandi eða döður? Jesus Christ, sko. Sko, mér langar að, má ég hugsa upp átt? Já, ég með því með kana hérna, poppar upp, eðlilega. Af öllum í sögunni? Að chilla með því með kana í? Það er þessi umölu kvöldstundu það? Nei. Það myndi hlæja og... Veist að hlæja? Já, ok. Segðu þú bara Sér ég með Tom Cruise, David Beckham, Björn Thor. Allir lifandi það? Ríhannu, Nicolas Cage, Arnold Schwarzenegger, Sly Stallone, The Rock. Þetta allt svona... Já, herru. Ég segi Arnold Schwarzenegger. Þannig að enginn sem dáin sem að þú hefði viljað að hitt. Herru, ok, Arnold. Nei, hvað það meina, Hitler eða hvað hann er? Nei, eins og að mér var Cobain helviti ofalega sko. Já, þú ætti líka Nirvana-lúði sko. Já, Michael Jackson var eins og ofalega hjá mér. Já. Herru, þá var það... Hvað myndu þið gera saman félag að þú myndir... Þetta er náttúrulega bara einn mesta. Þetta er einn stærsta popstjarnan. Ég myndi segja að John Lennon var ofalega hjá mér. Manstu þú tókst Jackson? Já, tók Jackson fyrir öllinni. Herru, þá var það síðasta og svona eina sem erfið, basically. En skemmtileg. Grettirðu þig í beddanum? Hæ? Grettirðu þig í beddanum? Í beddanum? Já. Gretti ég mig, þú veist. Er þetta, þú veist... Á vellinum? Já, á skeiðvellinum? Já. Það er hvítar svona helgi, það er fjölskyldur að keyra út á land Ég held ég síni passion í beddanum, sko. Það er ekki þreytara, minnst ekki þreytara en gæjar sem eru, þú veist, sviplausir í beddanum, skil. Sína ekki neitt, bara horfðu andlita á maður bara svo bara... Þú veist, ekkert emotion á hann. Það er hræðilegt þess með. En ég er ekki með eitthvað svona Amerikas Got Talent grettu. Skilur ég ekki setja tungun út og klemma auglokkin og þú veist. Skilur þú segir gretta. Ég er að meina svona passion. Svipi, já, ok, þannig þetta er já. Það er já þá. Já, þetta er já. Náði Steinda. Hann er hjá Brettarón. Hvað er engin stemming frammi? Inn byrja að setja á það headphone-in. Hanna, þá hækka ég þetta síðar. Jæja. Hvernig ertu? Ekkert partí frammi? Nei, þetta var bara rólegt. Ég var bara við prentarann og hitti Bjögga og var bara svona. Bara kósi? Já, mjög kósi. Herðu, þá förum við í þetta. Ertu tilbúin? Já. Fyrsta spurning, hver er besti vinnuðinn? Já, hver er besti vinnu minn? Já. Egil, töðaði verið að vera barnaleg spurning en... Já, þetta er sko, málið er leið og segir eitthvað eitt nafn þá verða aðrir fúlir. Þú veist, þetta er svona, þú ert að særa svolítið marga með að peppar einn. Samt ekki. Nei, ég meina, þú veist, maður á nú nokkra bestu vini. Sammála því. Ég myndi segja það. Maður er það heppinn. Já, ég meina, þú veist, skilur Sigrún og
Já, þetta er fyrir utan Magga. Já, minna þú ert einn af mínu bestu vinnum. Þakka fyrir það. En það er svo aðsnallt að segja það. Já, velja það. Ég var ekki að vonast eftir því. Nei, og svo náttúrulega Margir og Mós og þú veist eins og Dóri, Raskuðinur og hinur og þessir, skilur þú veist. Já, sko. Þú verður að setja eitthvað nafn, veist. Já, ég ætla að koma með eitthvað, þú veist, fólk veit þessi nöfn. Ég ætla að koma með eitthvað annan nafn. Ég ætla að segja Ólafur Thors. Óli T. Já, Óli T. Hann er hérna toppmaður. Hann er toppmaður og já, ég hittir, þú veist, ég held að fólk kannist líka við hinn nöfnin, sko. Já, hann var með Flick My Life áður en að svo síðan var keypt og var leðileg. Já, mikill grínari og hérna og svona hjálpar mörgum grínustum við skrif og svona, hann er geggjör. Hann er svona, já, ghostwriter grínista. Gott svar. Næsta, ef þú hefur átt að fæðast og alast upp í öðru landi, hvaða land hefði orðið fyrir valinu? Það er erfitt hjá þér. Þessi er samt góð, sko. Byrjar allavega helvita erfitt hjá mér. Ég fór að hugsa um Bandaríkin og þá fór ég að hugsa um svona, þú veist, eins og til dæmis, sko, New York. Ég er ekki mikið borgarbat, sko. Nei. Þannig að ég myndi Þú myndir aldrei plumma í New York, sko. Nei, New York myndi eat me alive, sko. En þess vegna myndi ég vilja vera svona í einhverjum litlum bæ fyrir utan, skilur. Það er svona, ég bý svona 2 tímum frá. Já, ok, þannig að New York er Nei, ég ætla að segja, sko mér langar að segja Jamaica, sko. Þú veist, það er geggja land, skilur, en það er náttúrulega hættulegt land. Já, veist, og fátækt og annað, sko. Já, og svona, þú veist mér langar að máta þetta þannig að, þú veist, ég hefði það fínt eða ekki. Þú veist, ég er ekki Ég held Jamaica var ekki nógu gott land eins og það er gaman að koma þangað. Já, ég veit að, þú veist, það er það, sko. En þetta er þitt svar? Já, ég veit að, ég hugsi, segi bara Danmörk. Danmörk? Já, ég meina, þú veist, það er Nei, málega það er Ég get svarað. Nei, ég meina, þú veist Vest, akkur sagði ekki bara Noreg? Má ég röksti þetta? Aðeins? Nei, við erum á tíma. Nei, já, ég veit við erum á tíma. Tíminn, þú veist Nei, við erum ekki búin. Við erum alltaf að byrja þér á prentarinn það. Herru, ég sko, málega þú veist, eins og Danmörk það er reyta sem hamingjusamasta land í heimi. Já, ég þarf ekki, ég nenni ekki. Svo eitt annað líka, ég hugsaði bara að því ég ætla alls þarna upp, þá vil ég geta farið bara út að leika mér að þess að eiga það hægt, þú veist, ég minna aðeins með Ítalíu. Ég held að það er ekkit Ég hef alltaf sagt Ítalía. Ég veit þú sagt það, en málega að það hefur til dæmis Ég hef sagt Ítalía Bandaríkin. Ef þú ert með böddar, þú getur ekki leyft heim bara Ég er að tala um að þú hefur bara Já, þá ert þú bara, þú veist, ég væri til að vera í þannig landi að ég get farið út að leika mér og tekið strætó og farið og tínstugstaðar. Leiðileg útskýring. Herðu, þá er það næsta. Ef þú mættir eyða kvöldstund með hverjum sem er í sögunni, lifandi eða dáin, hver er valinu? Ég myndi segja að væri Dave Chappelle. Hvað svo? Þeir eru báðið með Nei, ég líks Já, ég held að Ég held að geta orðið rosalega kvöldstund bara... Ég á mjög erfitt Hvort myndi ég, ef ég mætti velja kvöldstund með Dave Chappelle eða Ricky Gervais, það verði helvit erfitt fyrir mig að velja. Báði geggja en þú veist, ég er ekki að hugsa um svona kvöldstund þar sem að hann er eitthvað að segja eitthvað brandara og láta mig hlæja allt kvöldi. Nei, bara spjalla. Já, bara svona svolítið grín, jú, það er alltaf djókar, skilur, en samt bara svona hangs, skilur, bara spila smá tölvu og Gaurinn er snillingur. Já, taka 2-3 pöpa og... Það var að síðasta. Grettur þið í beddanum? Gretti ég? Já. Hvað minnur? Bara... Þú ert að stunda kynlíf? Já, bara... Gretta? Já. Þú veist, þess að tala um bara svona, þú veist, eins og þessi hérna? Nei. Hvað svona? Ég er ekki talað um það. Hvað þá? Bara geiflaröði og svona. Svipriði? Já, ég meina, þú veist, ég er ekki robot, sko, en þú veist, ég meina það er ekki, sko, Gretta er samt alveg svakaleg, sko. Já, ég er ekki að tala um að setja Gretta þig. Þú veist, gera það rangaðin og eitthvað þannig. Nei, þú veist, það er því bara skrítið, sko. Já. Það er mjög spes og verður að hendi ykkur að gegja Grettu í miðum klíðum, sko. Já, það var ekki mannlegt til árangurs. Það er ekki vinsælt, sko. Ef þú ert að tala um svipriði. Já, ég meina, nei, þú veist, ekki þannig, sko. Nei, breytir ekkert um svip? Nei, þú veist, ég er ekki með sama svipin allan tíman. Það er bara skerið, sko. Þú veist, þú ert ekki bara hérna eins og okkur róp, eins og okkur hérna eins og hann eða eins og bara eitthvað vélmenni, skilur. En þú ert ekkert mikið að breyta um svipi, þannig að þetta er neihjöður. Ég er ekki að breyta rosalega mikið um svipi, þú veist,
Það er pottet einhverja hreyfingar í andlitur á manni Á og til sko Hvað, má ég sjá svipiðin? Maður sexface? Já. Nei, mátt það ekki Þannig að þetta er nei. Máttu bara aldrei sjá þann Þetta er nei hér. Já, ég myndi halda það sko Þú veist, af því að þú ert væntalega að tala skilur Ég er ekki að tala breytingar sko Ég er bara að tala hvort þú sýnir sviprið en þú sagði nei. Já, þetta er bara mjög trikk spurning sko Ég bara veit það ekki 50-50 svarað það sko Okay. Var þetta síðast að það? Já, konan 4. Helviti var þetta Enda er þetta furðulega mér Hörru, já, þá kemur Egil inn. Fyrir mig yfir þetta, sko, er ekki Egil, þú ert búin að vera að svaða rönnið, ekki? Pakkar hann saman síðast. Jú, hann hefur ekki átt breyk heldur langan tíma. Já. Vonast að það sé ekki á rönni í dag. Já, minnst það alveg Það er bara ein leið til að komast að því. Minnst þetta helviti, ég held að verða ekkert mikið stig í þetta sko Það er samt, þú veist, eitthvað stemning með Steinþór í dag sko. Já, Það ljóma, það er einhver, ég er samanlaglega það er einhver stemming í Er þér. það? Já. Ég er mjög þreyttur Nei, þú lítur vel út og ert búin að vera glaður í allan dag. Nú, já Herðu, ég ætla að byrja á þér, Steindi. Hver er besti vinur Egils? Hverju svarar hann? Besti vinnur Egils er eins og ég segi, það er náttúrulega þú veist, þú ert að láta okkur særa fólk sko, með þessu, af því að þetta er eins og ég tek undir regla, þetta er barnaleg spurning Já, ég eðlilega sko. Tölduð upp Nokkuð með 7. bekk. Já, auðvitað sagði mig það, þú Ég hefði hef sagt að það er barnaleg Ég spurning hef ekki spurður á þessu í svona 35 ár. Nei, þú veist að þá var þetta yfirleitt svona bækur sem Þetta er fylltir inn í sko króksara koncept sko. Já, það er alveg sama hvaða koncept þetta er, ég það svar. Það má ekki gleyma því sko Móðulega þjóðnir þroskaðar allt í einu. Nei, en sko málega þetta er alveg svona Hverju svaraði hann? 34 árum eftir Hverju svaraði þið? Ok, þú svaraði Nú drullir á því. Nú förum við bara alveg í ræturnar sko, bara í Kópavoginn sko Ég ætla að segja að svona einn elsti og ég ætla að segja Hjörvar Hafliðason Það er rangt, það er Gylfi Þór Gylfason forseti. Hjöppi var hann var að slást þetta við Gylfa. En málið er að ég virðist að valið rétt því að þú klikkaðir. Ekki frekar stig. Hver er besti vinur Steinda? Sko, alltaf við tvei félagarnir komum sterklega til greina þetta. Já Ég sagði líka, ég væri ekki að velja Ég sagði, ég vel ekki í stúdíói sko. Og Dóri DNA líka Slæjarinn og þessi gæjar sko. Þetta er toppmenn hana sem eru hana. En ég held að svona gæi sem Steindir hringir í þegar hann er í vesinni og svona hann er með áhyggjur og hlutunum og hringir hann í Óla T. Hann tekur þetta. Það er rétt. Það er komið stig. Ég hringir þetta bara þegar við djókum sko. Við hringjum ekki einhvern annan kviðinni En eina ferðin. Herðu, hann er komin yfir. Þá er það næsta, þá spyr ég þig Steindi því þú varst að jafna. Ef að Egill hefði átt að fæðast og alast upp í einhver öðru landi heldur nú Íslandi, hvaða land var fyrir valinu? Það er Tenerife. Býtu Þannig að þú segir Spán. Ég segi, land já veist, það er partur af Spáni sko. Það er Spán. Það er rangt, það voru Bandaríkin, Miami. Ég sagði Erum við farnir að svindla í þessu? Nei Hann sagði tenni Miami, svo sagði hann Miami. Ég var að hugsa tenni Miami. The bodybuilding community er starra í Miami sko. Já, við erum gæðilega bara farnir að svindla í þessu. Nei, það er bara við erum farnir að svindla í þessu. Nei, ég sagði Hann sagði tenni. Sko sagði það? Ég sagði, hvað með að gefa Steindar rétt ef hann segir annarkvort tenni eða USA? Ég sagði, ég stakk upp á þið. Þannig að hann var ekki að reyna að svindla. Við gefum hann það. Og hann sagði, nei. Hann bara verður að segja. Sáu hvað ég er genuine leiður þessu punkti. Já, ég sástu hvað ég var almennilega að reyna að gefa það punkt. Það ætti að vera 1-1 sko, en ég málega með harðan dómar Hvað hefði Steindi viljað alast upp? Ég man ekki eins og hvað ég endaði með að segja Nei, sko. Jú, já, ég man það líka. Nei, ég fæ lestur núna sko. Þegar ég geði bara vísbendingu. Þú segir Guð minn góður á eitthvað algjör tjöfulsis. Það má ekki segja Ísland alltaf. Nei. Sko ég sé fyrir mér að, veist, ég veit ekki, Steindið svona, þetta er einhvern veginn Danmörk, Ítalía, Bandaríkin, veist, hann talar mikið um Ítalíu sko, ég held að hann aldrei fara á okkur sko, hann talar um það mjög. Já, maður skemmtaði á brúðköpunni að freka. Já, hann gefast það í sólarheng. Nei, sko, en fyrst þú sagði Guð minn góður, þá er alltaf Guð minn góður í Ítalíu sko, hann valdi eitthvað hræðilegt land. Setti gæðslega bara á það, býta þess, hvað valdur eiginlega? Varst það einu að vera sniður? Þetta getur líka verið fylki. Nei, það er í það land. Hvað segir þau? Þú valdir Núna? Ég þarf svara núna, Egill. Láttu bara eins og þú var aldrei heyrt okkur tala um neitt. Kína. Nei, hann sagði Danmörk. Fuck! Sagði
sagði Danmörk á hann Já, sko Hvað varst að taka þetta? Út af því ég sagði út af því þetta Já, en þú veist, eðlilega er Þú rugglaði með að gera lítið úr þessu Svo þetta væri þú valið eitthvað bara eitthvað skrítið land Danmörk, lélegt land til þess að Nei, kannski ekki Það er Þetta er ekki íslingum í Danmörku Ég var með þetta, alveg svo þú varst með tenni Þetta er sangjant Þetta er eiginlega sangjant Ég held að Þýskaland hefði líka verið gott vel Málega þú veist, ef þið veltið steinum almennilega Þá er þetta ekki dagalegt land sem ég var að velja Nei, ég er alveg saman því Við svona meira kannski Ítalía, Bandaríkjun það er geggjað í fríi. Danir eru drepp leiðinlegir sko Það er örgulega geggjað Það að vita búa það allir, sko. Það er Það er ekki geggjað- lygiglað. það er geggjað að fara Nei. sem túristið til Ítalíu Það er örgulega eitt besta land sem þú ferði í Eða alast upp í ykkur geggjum hverjum Já, nei. En að vera Þegar þú ferð til Ítalíu Já, Hefur þú séð óhamingi sama mannesku þar eða? já Það er ekki allir það sem þú geggjaðir. ert Það er líka Það- það er alltaf allir fullir sko. Já, en Það það er ég er að tala um bara Ítalíu Hann mæti bara í hádeginu og fyrst rauðin og fyrst aftur í Hvort vinnuna velur Miami eða Danmörk Ég myndi- Já, Miami, Já, alla daga. ég er Mála- að reykja því stendi Ég myndi bara ekki vilja alls upp í landi Það sem að Þú vilt þér þetta bara í gæti- strætó og tinst Já, þú veist, Ítalía er stór Strætó? Það eru Sagði Ítalía, það? þú veist, Já. þið krakkar geta ekkert leikið sér Það er einn út ekkert í leiðir í Ítalía á þessu lífi sömum Það er ekkert leiðir í þessu lífin að fara ekki strætó sko. Og Það er leiðir týnast. Það er leiðir sem ég gerir sko. Það er strætó, ekki þú veist lítið Ég myndi því ég var í Mosó, ég tók strætó Já. Mér á Ártún og skipti Herru, mig á drengir, við skuldum tilbaka auðlýsingar, þannig að Bara, næsta þú veist, spurning- svo bara, sveifla í Steindi, bílnum 1-0 fyrir Ef Gilsa. að Egil mætti eigða kvöldstund með hverjum sem er í sögunni Hver er þið fyrir valinu í honum? Þetta er annarkort grínisti eða bodybuilder eða sem í bæði Mér datt strax í hug rock svo Schwarzenegger Svo fór ég alltaf að hugsa um Jay-Z menn hann getur hitt Jésu Þetta er í sögunni Já, Hann getur haldið á Baby Jesus og ég meina, ég ætla mér trúaður halda Baby Jesus, það var eitthvað rosalegt Það var enda ekkert eðlilega gaman sko. Já, þú veist, ég meina, hann hefði Já, getað mætt bara- bara Spjalla við það. með vitringunum Eitt kvöldstund Já, bara- bara með einhverju litlu bandi Þú drepa fyrir það sko. Já, ég meina, þú veist, ég meina, hann Þú gefa hann snuð og duttu og gefa hann pela og skipta hann á bara Baby Jesus og þú veist, Það er það rosalegt að velja Baby Jesus það hefði alveg, sko, málega er þetta Jésu eða? Ég er það svar Sko Það er ekki eðla hægir í dag ég ætla að segja Hvað er þið þunnir það? Já, tallinn er í okkur að þá ég ætla að segja að hann ég ætla að segja The Rock Það var Arnold Schwarzenegger Þú varst Var það aftur maður Helviti varstu Nálægt nála því. fyrir Þú ert ekki búin að vera kaldur í dag en þú ert búin að róa þetta Ég geði það Ok, ef ég næ núna punkt þá er ég búin að taka Það þetta ertu búin að vinna Ok, hvað er það það? er eitt ekki? Saman spurning á mig Já, nei, það er 1-0 Yes, ok, svo Ok, nú Þetta er ég að ekki hugsa. síðasta, sko Nei, þetta er næst síðasta Ok, ég þarf að Þegar ég velti stein Hann getur verið til tjörnum, þá ertu Ég búinn. detti vel rétt svar þegar ég velti stein Sko, ef að steinda þar í gamla skólan Bjartmar Guðlaugs eða Helga Björns Það væri svona, þú veist Hann var með Bjartmar daginn Ég veit En síðan geta farið í Hollywood gamla skólan Þá ertu komin í Kurt Russell, Nicolas Cage eða Wesley Snipes Þú veist, sem væri Eða við getum farið í UFC megin Kannski vil að vera með Khabib eða Conor McGregor eða Og síðan getur sko laptop steindi döttu En það getur verið Pamela Anderson eða Jenna Jameson eða eitthvað þannig sko Þannig að sko Er það laptop stendur fyrir? Ég er bara að býða til svarið En ég hörði Ég heyrði ekki helmingina þessu okkur sko Sónaður út það? Já, Já. ég hef bara svar Sko, í hvaða gýr varstu þú að þetta var Khabib Nei, það var Dave Chappelle Helviti vel gert Það er gott svar nefnilega Hvað var ég ekki með grínist hann? Hann að Steindi getur ennþá að jafna Já, ég get jafna, þetta er síðasta Hann er spurning líka líklugur á að jafna núna Grettir Egil sig í betanum Menn er að spyrja hann fyrst Þá vinnur hann ef það er ekki Já, ef ég klikka þá Veist, getur hann Já, hann en ef hann klikkar þá er geðvik spenna, sko ok Þannig að þú vilt fá sigurinn eða tapið beint í andlitið Það eða er ekki meira spennandi þannig Ok, Egil, ég spurði Steinda Grettir hann sig í betanum, hvað sagði hann? Ok Sko, ég veit nákvæmlega hvernig stendur í betan Ég geti skrifað bóku hvernig stendur í betan ekki Getur þú skrifa bóku? Já, þú veist Ruglaður. Ég þekki samliðið mjög vel Og ég get sagt ykkur nákvæmlega hvernig stendur Sko, hann er ekki að gretta sig í miðju Sko, í miðju samlífinu sjálfu Þar er hann sexy Þú veist, hann er með svona sexy svona Hvernig lýsa það, svona Christian Bale svona svip, svona getur svona stút á munnin Herra Egil, þetta er jáðan Ég er að segja, spurning, þú veist, og Já. það, veist, þegar hann horfir sér í speglinum, veist, í samlífinu Það er ekki spegill Þannig sem er heldur Steindi í hjá. miðju samlífi En þegar hann er hámarki, akkurat á sömu sekundan er hámarki Þá hendar hann í áluru Grettu Þá tala um sko svo Grettu Það líður öllum illa þetta núna. Grettu á svona Grettu alveg heimsmæli hverða Grettu sko. Já eða nei? Hann er sko Heimsmæli hvað það grættu? Hvernig er svo grættu? Menn að sko- segja já eða nei? Ég ætla hann að díla við Sigrun og ná myndaðir
af þér. Ég segi, Við skuldum auðlýsingar á löngu já, stund. hann gretti sig þannig að þegar hann er hámarki, já. Það er rangt, hann sagði nei. Yes! Þetta er sviplaus. Ég segi ekki sviplaus. Við var rættum þetta fram og tilbaka við Já, blöð. þetta er álöfuru skellur, nú. En Egill, grættir hann sig í kynlífi, Steindi? Ég ætla að segja já. Já, af því þú heyrðir með viðbröðun hans. Já, það er Þú nákvæmlega. skeitt á að leifa honum að fara undan. Það var jættefli og við skuldum auðlýsingar. Þetta bókana. Já, þetta er bara, auðlýsingar. Þetta er fyrir hlustað fyrir 95 blöð hér á FM 957. Við erum konið í klefan góða klefan, drengirnir, og þannig að við erum ekki beinni útsendingu núna. Hérna Ekki líður það okkur sem- best. Ég veit ekki okkur ég þarf alltaf einhver að tilkynna það sem ekki beinni. Ég held sjálf sama. Já, ég meina þú veist, við erum ekki að fara að klippa þetta. Við erum bara Já, að þetta er það svona- er þannig sem bara í beinni. Já, þetta er Spila senna. spila seinna, tekið upp live. Við ætlum að fara í einn nýjasta dagskóla F95 blöð Já. sem er að reyna að kaupa vörur sem er ekki til á staðnum. Já, mér fannst þetta alveg frábært síðan. Þetta var ekki í síðustu viku. Nei, Þetta er þar síðustu viku. Þetta er æðislega liður. Hann er Já. komin til að vera, vil ég menna. Við erum að keppa þetta hvort okkar fær fleiri nei. Já. Og maður á basically bara að ringja í vestlun eða ringja hvert sem er. Já. Getur þess að ringja einstakling. Það myndi samt gangi illa held ég. Ég hætti að telja hjá þér síðast. Já. Því að það voru bara svo marga vörur. Þú fékkst líka svo mörg símtöl, hafa pínu svindl. Það var það. Þú vorst að flakka þetta á milli í búðinu og eitthvað mæst. Já, einmitt, það var að senda maður milli. Já, Þú hringdir í mjólkubú. já, ég ætlaði að ringja í Huppu ísbúð, en það var mjölkur. Hringdir í mjólkubúð. Já. Mjólkubú. En já, hvert viltu ringja? Viltu að ég byrja núna? Já, er það ekki? Ég byrjaði síðast, það er erfiðar að byrja sko. Er það? Já. Því finnst alltaf erfiðara sem þú gerir. Það er alveg Nei, nú er lettar Magnað alveg. Ég er lettar í dag, þú byrjar. Ég er að spá að ringja þá bara ég er ekki búin að hugsa þetta eins og neitt. Fyrirtækja einstakling. Það verður það, fyrirtækja. Já, fyrirtæki. Ég ætla að ringja í, skal ég segja Járnsmið? Skósmið. Skósmið. Hugsaðu næstu það sama. Hvað sagði þú? Járnsmið. Skósmiðurinn og álfarnir. Ok, en hvað? Það er náttúrulega eiga Hvað sagði þú? Skósmiðarnir og álfarnir. Já, skósmiðurinn og álfarnir. Það er það, geggjað nafn. Það eru Akureyri. Geggja nafn og búð. Það er bara að fá símtal hérna. Hvað er ég að spyrja, hvað er selja? Náttúrulega selja reymar og allt svona kæftaði. Já, en þeir selja samt ekki klósett og reglívar og Já, músagildi. maður þarf að tapir inn. Já, Má já. sjá, ok, ég reyna eitthvað. Þú að telja? Ég skal telja. Já, skósmiðunum, góðan dag. Já, góðan daginn, Bjarni heiti ég Góðan og mér var bent á að heyri í ykkur hérna. Eru þið með svona Hello Kitty í skóhótt? Nei, því miður, við erum ekki með neitt svoleiðis. Voruð þið með þau eða? Ekki svo ég veiti til, sko. Nei, en eru þið með bláu litlu hérna kvolpasveita skóhóttin? Mér vantar svo eitthvað skemmtilegt skóhótt fyrir krakkan. Nei, því miður. Þið eru ekki með kvolpasveita skóhóttin heldur? Nei, við erum bara með tásur, það er það eina, sko. Eru þið með, hvernig tásur? Já, svona sokkatásur. Já, En eru þið með vettlingana, puttana, fyrir krakkana? nei, Þannig að þau geta klætt í alla puttana. Basically bara svona venjulegur hanski en samt kallaði puttar. nei, ekkert svoleiðis. Þau eru ekki með það. Eru þið með reglívar? Nei, Þau eru ekki með reglívar. Nei, við erum á smá ferðalagi kona, við erum með börnin með okkur sko. já, akkurat. En eru þið með svona flugnanett, við erum að fara í veiði. Þannig að Nei, fyrir flugurnar, þannig að komast ekki inn að andlitinu þegar maður er að veiða, eru þið með svoleiðis? nei, það er hérna, það heiti veiðhorni, það er nýra óseri. Ok, þannig að Það það getur verið með net. Ok, það er gott að heyra. En eru þið með, Já. ef maður kíkir á okkur, eru þið með eitthvað svona góðstrykki eitthvað? Eru þið með kæli, getur maður keft kollab hjá okkur? Nei, nei, En eitthvað mat, snikkast eða eitthvað fyrir krakkana? nei, ekkert svoleiðis. Jésús. Eru þið með svona hlæðslutæki fyrir síma? Nei, þetta er skósmiður, sko. Já, en getur maður hlaðið hjá okkur meðan maður kemur? Því ég er að koma að láta laga skó, sko. Ég voru að hugsa hvort að ég get nýtt ferðina. Er þetta að hlaða hjá okkur? Er þið með svona hlæðslutæki fyrir Samsung? Nei, Nei. Seljið tóbak? nei, Nei. En bara svona nikotínpúða í vörun? nei, nei. Nei. Ekki eru þið með svona kortaveski, leður? Er þið ekki með svona leður? Við erum ekki með kortuveski, nei. Við erum ekki með kortaveski, nei. Er þið með svona sprit í brúsum? Fyrir fjölskylduna, við erum að fara á Nei. smútilegu? Nei. En flugnaspray? Nei, Nei. Er þið með tjaldsúlur? nei, Nei. Það er ekki mikið til. nei. Hvað eru þið með? Við erum með margt sem tengir skóm. Er þið með reymar? Já, Já, ég fæ svoleiðis. Ég ætla að kíkja, ég renna á okkur. það er svo er. Takk hella. Ok.
Takk þess. Heyrðu, ég fari geggja að leita að tellja þetta. Ok. Sko, máli að þetta, þú stóðst þig fáralega vel. Þetta náttúrulega tempóið að hún má ekki alveg fatta þetta sé grín. Nei, Þannig nei. að ég hef þetta ómikið kæft eins og þú gerir oft. Já, ég ætla að teppa hérna líka, sko. Ég veit alveg, ég er bara að fylgjast með þér, sko. Sko, ég skal tellja þetta. Ég ætla að kenna það góða leið til að tellja. Ég opnaði vasareiknin, við ítti bara alltaf á einn. Nú þurfum við að tellja á svona. Já, ok. Það alveg til léttari leið til að tellja þetta, sko. Er það? Hvernig? Það er ekki talningaforrit í síman? Nei. Herra, byrjum að Ég sjá. er bara með blaða penna og skrifa prik hversinn. Ok, hvað er það? Ok, það er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 vörur sem voru bara ekki til hana. Nei, þá skal ég ætla að nota sama forrit og þú, því þetta er svo gott talningaforrit. Þetta er heldur fínt maður, þetta er bara kalkulatorinn, sko. Ég veit það. Hvað ætlaðu við? Þú er gott að vera búinn, maður. Já, það er gott að rífa plásturinn af, sko. Fannst þér ekki erfitt að byrja? Jú, en samt ég datt alveg einhvern smá gýr. Það er eitthvað gýr í mér. Það er hvítasunna helgi og... Já, þú ert spóið að vera bústa. Við erum ekki að spá í, ég er að fara. Þú ætla bara að skella þér. Pottur og allt í þessu. Já, það er allt í grill, lansan. úti grill sem virkar. Herru, við erum í klefanum. Ok, ég ætla að fara í... Varst út á landi núna? Já, ég var akkurat. Ég var til að fara út á land, sko. Já, ok, en hvað verslun? Er ekki eitthvað svona nýtjaverslun? Nýtjaverslun, hvað skal það? Nei, þú veist, að ég svona búð sem selur alls konar. Akkur er ekki bara veiðibúð? Veiðibúð? Já, jú. Það er búð með alls konar. Hún var að benda með okkur veiðibúðan Akureyri. Já, sem heitir Veiðihotnið. Já. Hringdu bara í Veiðihotnið. Veiðihotnið. Þá getið sagt líka að skósmiðurinn álvatin hafa bent með á þetta. Við tengjum við það þess. Veiðihotnið, nei, það er bara Akureyri. Nei, það er bara í Reykjavík. Veiðihotnið? Já. Já, hringdu bara, ég segi samt bara að vera bent á. Ok, þú er ready? Já. Ég er alveg tómur, sko. Þetta kemur. Já, ég var tómur þegar ég byrjaði. Veiðihotið, góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Heyrðu, er þetta á Akureyri eða í Reykjavík? Veiðihotið er í Reykjavík. Já, þetta er í Reykjavík. Heyrðu, frábært. Við erum einmitt á leiðin út á land hérna, ég og frúinn og krakkarnir og gamli maðurinn er með okkur. Frábært. Hérna, ég var að hugsa, ekki eru þið með geisladiska hana? Geisladiska? Svona rekka. Voru ekki alltaf með svoleiðis? Nei. Fremst í búðinni? Bara eitthvað í bílinn? Nei. Geisladiska er eitthvað? Já, neða svona rekki sem alltaf með nýjustu diskana, passar það ekki? Nei. Herðu, ok. En eru þið ekki með reglífarnar? Enga reglífarnar. Með enga reglífar heldur? Herðu, jæja, það er nú aldeilis maður. En það rignir ekki út á landi og þarf ekki að reglífa þar. Nei. Það er alveg, það er góður punktur hjá þér. En herðu, ertu við loka á krók? Ekki loka á krók. Til að loka, en snúruna sem fer úr hjólisinu og til að tengja innstunguna? Nei. Þeir eru ekki með svoleiðis? Nei. Anskotin sjálfum með, hvar fæ ég svoleiðis? Hvers ætlar að hringja? Er þetta ekki Veiðihotnið það? Jú, þetta er Veiðihotnið. Já, ég ætlaði bara, heyri ykkur sko, Já. Við erum voða lítið í þessu, vinnur. Já, er það ekki? Já, ég á krókahandaðir en ekki fyrir hjólísi, sko. Nei, við erum að leita fyrir hjólísi, sko. En eru þið með svona, hvað kallar maður þetta aftur? Tjaldið sem að dregur fram, radísu? Nei, ég á enga markísur og Markísur, já. Nei, enga markísur og engi fórtjölda en eitt svoleiðis. Við erum ekkert í því, sko. En ef við langar til að fara að veiða með fjölskylduna og gamla. Já, við ætlum með þetta veiða, sko. Já, þá á ég allt andaðir í það. Já. Velkomin til okkar. Eru þið með, ekki eru þið með boga, svona bóðfimmisboga? Nei, það er ekki til. Þið er ekki með svoleiðis til. Þú ert ekki að vera í svoleiðis við þetta. Nei, sko, við erum bara að koma gamla mannum óvart líka. Já, ég skil. En eru þið með, sko, mér vantar svo rosalega svona USB charger. Já. Eru þið með þannig, eða? Nei, þú fær það í Elko held ég bara. Já, það er bara í Elko, það er nálægt ykkur. Það er bara rétt, já. Er það ekki? Jú, það er umlana hérna og USB-tjæðirinn í Elko. Já. Mér líst vel á það, sko. Já. En eru þið með, ef maður kemur og kaupir eitthvað veiðidót og svona, ekki eru þið með eitthvað svona kæli, með eitthvað svona Powerade eða svona þannig, ég vil ekki sigraða drikki, sko? Ég á kæli handaðir fyrir Powerade, bæði sigrað og sigraða. Já, kæli? Já, á kæli box þá eða? Kæli box. Já, þeir eru með svoleiðis náttúrulega. Við erum nóða því. Mitt maður, það er helvítið sniðut maður. Það er sniðut. Já, nákvæmlega. En eigið þið svona 6 hvað heitir þetta aftur, svona kantur, 6 kantur til að losa? Nei, þeir eru hækka hnakka á hjóli? Þeir eru allir íkja, sko.
Nú, Þetta er ríka. en eru það ekki menn eitthvað að hekka hnakka á hjóli eða? Nei, ekki svoleiðis. Nei, en ekki því Old Spice fyrir gamla valin? Nei, En, já, en sixpensara? Já. Ha, Já. eigið það? Já. Sixpensara? Já. Nei, nú ertu að stríða mér. Nei. En eru þið með sixpensara? Hvarlar ekki að mér að stríða þér. En ertu að grínast? Er það að selja sixpensara? Sjálfsögðu. Já, ok, anskotin. Herru, já, þá kem ég og gríp einn. Vertu velkominn. Já, takk. Þetta er veitur þú, þetta er sixpence. Ég vissu að skotið í bótið þar maður. Sigga er eftir sixpensara maður. Herðu, svo veð ég, þú áttir aldrei skilu hvort þið er, þú náði mér ekki. Já, Þú hafðir ekki átt að skilu. Nú. Þú varst bara copy-paste að símtalið mitt. Hvað? Þú ætlar að fóra bara góstriki og reglíf Sagði þú það? og hlæðslutæki og já. Þetta fór allt í undir með þetta. Þegar svo þú varst í bullandi veseli. Já, málið er að mér fannst þess að hann var líka farin að djóka móti, Nei, samt ekki, það Ekki? var bara í restina. Er það? Mér fannst Fyrstu, hún eins og sást hann ekki, væri- ég var hlæjandi. Já. Fyrstu 6-7 voru ógeðslega góð. Hann bara, nei, við erum ekkert með það, þetta er veiðum. Mér fannst hún eins og hann væri orðinn svona þreyttur á mér og væri farin svona eitthvað að fíblast. Í síðustu 3, já. En En ég, þeir eiga potið sixpensar, þetta er veiðbúð. Já, ég ætlaði að fara að drita á hann Ég átti alveg eftir að spyrja hann hvort hann ætti saltpillu fyrir 700 eða saltstangir í Þá Voitja ertu líka komin í ruglið, sko. Er það? Já, þá ertu döður. Já, kannski, þú veist. Það er þessi litli balans í símtölunum að halda fólki á þess að fatta sér verið að grínast. Já. Hvernig er talningin? Ég var, við munum 8 á okkur. Nei, Jú. 8 Þú stið. fegst 11. Þú hefur glemt að telja. Nei, þú fegst 11. 11? Já, hvað helst þú að fengi? Hvað munur, þú veist 14, það munur ekki 8. Og af þessum 11 Það munur 3. Það voru sko 8 smíu 8. Þetta var dagsalurinn eigið þetta til. Það munur 3 stegum, sko. Ef þú talti rétt munur 3. Ég var pakkað saman. Nei, Mér finnst þess að ég pakkið er alltaf saman eða. Pakka saman. Þetta rugglaður. Það var 14-11 og hérna, þetta var íðibúður helst challenge, sko. Það er svo mikið maður. Það er með sixpensara. Já, það er Hvaða boðsölu þeir eiga alltaf með veiði tengt. En þetta var dagsalurinn átt þetta til og Steinda var pakka saman eins og, já, ég ætla ekki eins og að segja það er ljótt orð. Ég þarf því miður að lækka hans í okkar bestu hérna Adele því að það er komin rándýr gestur hingað í stúdíóið. Já, einn af okkar uppáhaldsröppurum fór á kostum í höllinni og enda sendi hann með það. Huge fan. Birnir, verður velkomin. Takk kærlega, sælir. Sko, þú hefur ekki komið áður, ég finn í blöð. Ég hef aldrei komið. Það er gott timing. Já, First time. það er komið tíma á það. Já, algjörlega. Við byrjum að spyrja bara, hvernig ertu? Ertu ekki góður? Ég er ógislega feskur, sko. Já. Ertu þannig típa? Ertu alltaf, verður þú þungur? Já, ég hef orðið þungur oft. En ég er samt til alltaf feskur núna, sko. Já, líka glad svona. Já, nokkuð fíla. léttur, sko. Já, mjög fyndi ég, við leinum einhver fyrir hlustendum. Nei. En þegar ég saði við í höllinni að við ætlum að vera með partí uppi og svo getur bara kíkt á okkur og fengið nokkra bjóru og eitthvað og sagðist, þú drekkur ekki. Nei. Það var meiri líkur um að droppa sír. Ég sagði bara, do you. Já, alls ekki koma á hilluna. Nei, sko, ég drekka ekki. Ég drakk samt. Já, ok. En ég er hættur að drekka. Já, það eru fleiri, þið eru nokkra þarna. Já, ég veit ekki alveg hvað gerðist, sko. Nei. En við bara svona, já, þú veist, maður er bara freka. Þessin er ég svona feskur á því, skilji. Ég get verið feskur alltaf dag bara. Það er sko. Laus við þinguna. Ég er alveg laus í þinguna, sko. En ég tók líka mikla þingu út, sko. Þú veist, þannig að það er bara fínt að klára aðeins, sko. Eftir tallinu þessar ferðið, þá var maður alveg hugsa maður stundum bara, herra, það verður fínt að vera laus við þetta, sko. Já, ég var í sömu flugul á Netan á leiðinni. Netan alltaf er hún er ekki áfengi líka á Ég verður að segja, þeir eru nokkra þarna hættir að drekka. Hann var svo nýr. Joey Christ og Angie Gauti og fleiri. Það drekkur ekki lengur. Nei, sko, ég lendi í því daginn. Ég var hérna, að ég er ekki múin að drekka í 2,5 ára eitthvað. Ég lendi í því daginn, þá var ég bara eitthvað að fara í þvottahúsið heima á mér og var að labba með þvottinn og svo bara var ég eitthvað svona, þú veist, horfa á hendunum á mér og ég var bara eitthvað, fuck, ég er bara eins og nýr úr kassan. Það tók 2,5 ára og svo bara lendi ég daginn bara, fuck, ég er bara eitthvað. Áfengi fór ekki vel í þig. Nei, eiginlega ekki, sko. Eiginlega ekki. En það var bara fínt að hætta því, skiljur, bara to each his own, sko. Já, við erum ekki, þú ert ekki mættur hérna til að ræða edrúmennsku. Nei, einmitt. Það er hvað? Fuck it. Tónleikar á morgun. Já, útgáð. Það eru tónleikar á morgun, það eru útgáð tónleikar, það eru útgáð hátíð, meira svona. Já, þú varst að segja hvað, þetta er bara partí. Þetta er bara partí, sko, þetta programmið er frá 8 til 3 um nóttina. Það verður ekki að byrja snemma. Við erum finnar að því, sko. Já, hérna Bríett kemur að spila, Club Dub kemur að spila.
Birgir Ákon, Isso Íslaugur og Drengur og þau eru alltaf að spila sko, þannig að þetta er svona svolítið eins og bara eitthvað mini-festival sko. Rosalegt line-up þarna. Hvað er þetta haldið? Þetta er haldið hérna á venjúi sem er upp í Grafvogi og hérna heitir Fúskið og þetta er svona gömul áburðarverksmiða sem er yfirgefin og við erum búin að klæða hana alla með sviðsmynd og hérna vera barir og mattökar og bara En þetta er allt klappið sko. En þetta er svolítið svona sem einkenni þig þú vandar rosalega mikið til verka ég held að fólk hafa vel tekið þetta Já, og þú veist, þetta er eins og platan sem þú gafst undan en það útgáðu tónleika fyrir hana Positoin þú veist eins og allt artwork sem kemur að henni og svona, þetta er svona Við fýlum það, við fýlum metna Þú hendir ekki bara í lag og hendir út í kvöld Þú veist, þetta er að liggja við hlutunum Já, ég fýla samt alveg sko, þú veist, ég fýla samt alveg að gera hend út lögum, þú veist, bara á einu degi eitthvað svona en mér finnst gaman að vanda mig við svona verkefni, sko Já, ég meina, þú hefði getað farið núna bara með þetta einhverstað sem allt var klárt fyrir þig og þú bara mætir Þú veist, ég hefði getað farið í Gamla bjó, skiljið mig Þú veist, ég hefði alveg getað en bara mér langaði ekki að gera það þannig, sko Þetta er meira uník Já, og þetta er líka bara eitthvað frekar fresh, þú veist, þetta er nýtt, skiljið og svona Hvað er þetta, til að gera sig grein fyrir stærðinan, er þetta bara eitthvað svona vöruskemma bara? Sko, það er náttúrulega, það eru nokkru hluti sem spil inn í þetta er náttúrulega, sko, gömul áburðarverksmiðja þannig að þú veist, hún ég ætla ekki að segja hún sé health hazard Hún gæti sprungið en sko, en það þarf að fá leyfi fyrir svona mörgum, sko, ég myndi segja að komast örgulega 2.000-3.000 manns inn í hana en hérna það var örgulega bara, ég veit ekki, mjög margir sko þetta verður Þétt og gott Komir einhverja verksmiði sko Algjörlega, og svo er þetta út Þetta er svona nett festival Já, en svo er þetta náttúrulega út á Guðnesi og það er strönd sko og það er höfn og sjórin og þú veist, þetta er bara geggjað sko Ég elskar ekki meira Þetta hljóma ekkert eðlilega vel Getur fólk bara mætt? Getur þú keypt inn bara við dyr? Sko, það er meðasal í gangi á Tix núna Við hérna vonumst til þess að fólk geti fólk ætti að geta mætt bara við hurð og bara keypt með það sko Já, kannski öruggara Það er öruggara að kaupa á Tix því að þú veist, hérna meðasal er ennþá í gangi þar og hérna En þú komst líka inn á, þú getur keypt áfengi á annar staðnum og mat Já, algjörlega En ég sá á Tixi og sko, þannig að þú segir að alla myndatökur séu bannar og viltu ekki að liði sig að rífa upp að negla á grammiðaninni? Nei, ég ákvað að gera það sko ég ákvað að banna hérna fólki að vera með myndalar eða þú veist, þú máttu auðvitað vera með síma en þú veist, eins og það hafi farið á einhver svona klubba í, þú veist, útlöndum og eitthvað að það var alltaf sett í limmeðar fyrir myndalarnar og það er bara til þess að íta undir það að fólk skemmti sér vel og líði örugum, veit ég hvað ég meina þú veist, það eru margir sem að lenda bara í því að vera bara, þú veist, lendi í einhverju hakki, skilur það bara að taka myndbandæði, skilur, ég vill alveg að fólk lendi í hakkinu og fokki sér upp og allt það, en bara að sé einhvern að taka myndbandæði, veit ég hvað ég meina, það er alltaf svo öryggir. Og ef einhver trúður tekur upp síman, er hann svona snúið niður, Já, hann er snúið niður og hent út af tjapp En þetta er svona góðlega að fólk bara skemmti sig líka Við erum ekki alltaf, þú veist, eins og ofta maður fyrir á tónleika og svona þá er liðið bara að taka upp alla tónleikana Þú veist, maður er bara, hérna, verður líka bara hér Einmitt Ég fílaði það í höllinni, ég sá ekki mikið að Simithrum að syngja sko Nei, hendur uppi að skemmta sig Já, gaman að ná fólki svolítið bara í núið Einmitt, já, það er svona svolítið, þú veist, við erum að reyna að gera það er svona ítundið það bara að hérna fólk hafi bara gaman, skilur, og hafi bara gaman Þú getur verið að kíkja þarna drenginni Þetta er rosalegt Þeir mætið þið viljið, sko, þeir eru fokkin velkomnir Við erum að veistlustýra þarna fyrir kvöldi Þetta hljóma líka svo gott Ég gils henni reifmaður, sko, hann er í vöruskemmu Það er komlega góð reifin og það er í vöruskemmu Það er náttúrulega, sko, það er DJ Það er, sko, að því sjóum mitt klárast örgulega eitthvað 1 leitið eða eitthvað og þá er sko bara party frá 1 til 3 og þar verður bara techno sko I like that Það er eitthvað fyrir líka, veist Hvernig gengur undirbúningun? Er alltaf miljónum? Já, það er alltaf miljónum sko Ég er í vinnugalunum Ég er bara búin að vera að setja upp í allan dag sko Ertu handyman? Já, ég reyni að vera það Þú veist, ef það er eitthvað mission þá er ég yfirleitt til í það Þú veist, ef eitthvað vantar geðveikt ódýran rafvirkja bara mjög ódýran þá get ég húkað ykkur upp sko. strax þú veist það er ekki löglegt en ég geti mögulega húkað ykkur upp það getur vist að virki líka þetta jörðin þetta er það ódýrt, það skiptir ekki máli hvort nákvæmlega þetta er bara stemning, bara mæta í kaffi og kíkja á hvað víra spyrja hvort þú setja hendi menn og svona þú ert að koma í fyrsta sinn, hann við þekkjum þig ekki nóg vel við viljum að kynast þig betur með hraðaspurningum og reglunar eru þannig þú svarað fyrsta sinn þetta er í hug var ekki hægt að svara vitlaust og ekki hægt að svara ránt ok, ertu ready? Já, ég til Uppáhaldsmatur Pizza Besta bíómynd allra tíma Pulp Fiction Lið í ensku West Ham Hvað kveikir í þér?
Hérna, kærasta mín Hvað drekkur á djaminu? Já, ok, hvað færðu þér á djaminu alltaf, spurðu fyrir ykkur? Hvað fékkstu? Ég fæ mér ófengi koktela Ok, hvað fyrir mest í töðunar? Hérna, gaurar Gaurar? Mjög góð svar, hvaða lag tekur í karaoke? Ég tek That's Life með Frank Sinatra Hvað er það skemmtilegast sem þú gerir? Gera músík Hver er þinn helsti kostur? Ég fokki snillingur Og hver er þinn helsti ókostur? Ég fokki snillingur Áttu hlutabrif? Nei Uppáhalds hluturinn á heimilinu fyrir utan fjölskyldumeðlumi? Appisnuguli stóllið minn Já. Uppáhalds lagið þitt með þér? Need to Creed Ok, þá þekkjum við þetta enginn aðeins betur Fylgjastu með ennsku? Nei Á hverju vestam? Af því ég horfði á Green Street Hooligans þegar ég var lítill Það er það geggjum mynd sko Það var grís Það er rosalega Tommy hérna á X-unu Hann verður mjög ánægði með þetta svari Hann er grótarið vestam Þannig að það er bara Það er miðastalinn á tix.is Já Og það er hægt að kaupa við dyr ef að fólk klúður Já, eða vonandi sko En ég mæli með að fólk kaupa sér inn á tix.is að það er takmarkaðir Hvað segir maður? Takmarkaður með fjöldi Já Ef ég til dæmis við steindallum að kíkja á morgun kannski eftir gigi Hvernig rataði þarna? Hvað heitir þetta? Hvað setið inn? Google Maps Já, hvað skrifaði Google Maps? Þú skrifar Searchaði Google Maps í símanum Sko, til þess að fá nákvæmt location Þá skrifar við fúsk, skemma 7 Ok Skemma 7 Skemma 7 Ég ætla að rósa það fyrir mjög sexy location Geggja location Hvað er svo frá? Er það svo bara meiri tónlist? Já, meiri tónlist sko bara, Og hérna spila mikið í sumar Setur á einhverju lögum? Já, alltaf sko Dæla út Ég er með nokkra sumar hittar eiga þessum sko Það ekki Neldinum út bráðum Já, ég geri það Ég geri það sko Ég mun gera það, jú, klarlega En ég ætla að spila sko lag sem að ég dillaði vel við í höllinni Það eru Slæmir ávana Djúvöldins með það flott lag Það er rosalegt Birnir, takk kærlega fyrir komuna Takk fyrir að fá mig Gangi vel á morgun maður Takk kærlega FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttöl sem færa þér FM 95 Blu. Það er hárrétt, það er Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem að færa ykkur Léttöl? Léttöl sem færa ykkur FM 95 Blu. Herru, ég þannig að fá mér Túborgir og leiðin í bústað hérna þegar við erum búin. Akkur ekki hell í því? Þú ert ekki svona að keira? Nei, konum ætlaði að gera. Ég með því Ég er að fara í næsta stúdíó í Ískapastrið Já, beint eftir þátt Henda mér yfir, Birnir, hann er farin, við þakkum honum kjalla fyrir komuna maður, það er snillingur, ég held með honum Og við mælum með því að fólk fari sko þegar við vorum að tala um þetta mitt off-air sko Þetta er svo unique location, þú veist, að fólk hefur verið að fara í, þú veist, þessa helstu staði Fólk hefur aldrei farið þangað. Nei. Og þú veist, og hann var að segja okkur líka hvað er búið að setja þarna upp á svona. Það verður Einhverju stillastar allt og eitthvað. Þetta er designa partí sko. Þetta áttur að svinlukka, þannig að tekkið á því inn á tix.is. En það er komið að þér Steindi að reyna að skemmta okkur eins með hvað, Common Knowledge. Common Knowledge, herru, erum við ekki alltaf með eitthvað lag undir eða? Ég veit ekki, þetta er nokkuð nýr lið hjá það. Já, höfum við ekki alltaf ég alltaf stjórna því. En höfum við ekki alltaf verið með eitthvað gott lag undir þessu? Nei, það er aldrei verið sko. Jú, er það ekki? Nei, setjum bass undir bara. Nei, jú, við vorum alltaf með Kroxar Rock. Já, ok, Creed. Er það ekki? Kroxar Rock. Já, við minnið það. Setjum smá Creed undir. Við erum búin að vera með þetta frá Max tvisvar. Já, það er þetta. Líklega bara einu sinna áður. My arms wide open, það væri gott undir. Ok, það er komið. Herru, við erum að fara í Common Knowledge. Og þetta eru 3 spurningar eins og alltaf. Og ég náttúrulega var með twist síðast. Ég var með, þið voru saman liði. Já, býtu, okkur kemur lægi í getnin 10 years á tökunum sko. Það skeiðs ekki máli, halda fram með liðin. Hvað veitur, getur ekki sett lag undir það? Jú, það er það. Það bara byrja svona látt. Ok. Herru, láttu ekki svo, þekkir ekki lagið. Þetta er karaoke-lagið mitt. Herru, hérna, ok, eru þið klárir? Já. Þið eru saman. Býtu, við erum saman í liði. Já, Common Knowledge, já. Þið eru saman í liði. Við erum saman í liði, ekki keppa át okkur. Nei, ég ætla bara, þið eru bara að reyna að sigra hérna, þú veist, þið getum ekki 3 stig. Já. Og þá er Já, gaman að vera saman í liði. Já, það er alltaf skemmtilega. Það var geggjað. Það var geggjað. Og þetta blöð myndi alltaf pakka mig saman í þessu að við varum á mótukróðunum sko. Já. Gaman sem saman. Blöð er svona trivial drengur sko. Já, Hann er að fara í bústað. Og spila öll spil sem er til í heiminum, þú veist. Ég er að spila Partners í kvöld. Já, menn það var að spila í kvöld sko. Já, það var að spila í kvöld, hann var að spila í kvöld. En þú ert að vera inn í bústað. Akkur tekur ekki, hérna, finnst þér ekki gaman að taka eitthvað svona gamalt random spil og blása rigja. Hvað er þetta?
ég ætla að spila þetta. Nei. En þú voru að fullur reyður, lesið við liðinu sem þú spila á móti og það er mér upp á spilur, sko. Ég er að fara, Óskar Örn Hauksson er Já, látt hann heyra það. Ég hef maður lestur í kvöld. Ég hef séð blöð sturlast að spila kvöldi, sko. Alveg bara þá, Nei. ég var bara með fjölskyldunni, sko. Þú er ekki að segja það, þú mátt ekki eins og segja hvað gerist þegar ég vann þannig í partans herðin. Já, heyrðu. Það var skrifað undir eið þar. Hvenær megum við tala um það? Við tölum ekki um það seinna. Heyrðu, Ég fagnaði vel allavega. Já. Eru þið klárir? Já. Ok. Egil, verður það tónum? Ég meina, hvað er þetta hraðaspurningar? Nei, en þú þarf að vera að senda tölvuposta Ég vil með gera þetta er í gangi. Herðu, ok. Ég byrja á einni Jay-Z spurningu. Bara með Jay-Z Við erum að rúla því upp. Þeir eru Jésu Þeir eru Jay-Z menn. Við erum trúað Við elskum Jésu, sko. Þetta er Baby Jesus. Annaði stendi. Nei, þetta er ekki Baby Jesus. Hann var síðast, það var með vitringana. Hvað þið fengur, mástu, Mirran og allt þetta. Nú er hvítasunnuhelgi. Já. Af hverju fögnum við hvítasunnu? Ég er að henda sér yfir og blöð. Það rennur allt í eitt. Af hverju hvítasunnu? Baby Jesus var í ykkur rugli hann. Þetta er Jésu tengt, sko. Ég er ekki við sem að Baby Jesus hafi verið rugli. Veist þú svarið sjálfur? Ég? Já. Það er ekki hugmyndið það, sko. Ég er enda að veita ekki. Þetta er mín keppni. Þú veist hvað átt að fara að spurja. Já, ég Akkur googlar það ekki? Ég googla bara núna. Ég verð með svari, maður. Var ekki bara Baby Jesus í ykkur vesin eða? Hvítasunnu, nei, er þetta ekki bara Hvítasunna. Það er að googla það núna? Já, þetta er eftir uppstigningadag. Hann er búinn, þannig að hann fór hann upp. Hverju fögn á hvítasunnu? Já, ég spurði ykkur að því, sko. Ég veit ekki maður. Hvað er gott gisk hann? Sko, þú söngst í kirkjublöð, sko. Já. Þá var ég skotbolta. Já, ég var 5 ára. Ég hefði getað svarað þessu 5 ára. Þá var ég bara í ofsatrú með afa mínum heitnum hérna. Kynntist hann einhverjum, þú veist, einhverjum félögu sínum hann Kynntist hann? Já, einhverjum meisturum. Hvað heldur þú sem að fagna því að Jésu hafi kynnst einhverju nýju vini? Hann er náttúrulega farin upp til himna þarna, sko. Það gæti verið, Já, sko, ef ekki eitthvað vísbendingu, það gæti tengst eitthvað hérna honum, Jésa, já. Baby Jesus. Ég veit þetta. Nei, Júdas, sorry. Tengt Júdas? Já. Hæ? Hvað er þetta? Nei, við veitum þetta ekki. Hvað er þetta? Síðasta máltíðinu og eitthvað. Síðasta máltíð. Þetta er eitthvað hvítt. Ætlaði að keyra í máltíðina eða? Já, það var hérna. Er það loka gísk? Já. Eru þið konar að niðurstu? Já. Máltíðin, það er hárrétt. Við okkur vantar bösserinn. Það er ekki rétt. Hvað er rétt? Það var hann á hvítasunnu. Hvítasunnudagur. Stundum nefndur hvítdrottninsdagur, píkisdagur eða pikkisdagur. Segðu bara hvað þetta fokki snýstum. Já, ok, þetta er 49. dagurinn eftir páskadag og 10. dagurinn eftir uppstigningadag. Og þetta er dagurinn, dagsins er minnst, sem þessa dag sem heilagur andi komi við lærisveinna og aðra fylgjendur Jésu, eins og líst er í postulasögunni. Ég hefði, sko, ég hefði getað setið hérna í 3 ára á þess að giska á þetta. Heilagur andi komið við á. Yfir Þess vegna lærisveinna. höldu upp á hvítasunnu. Já. Mér það kjafta þessi í hitt, sko. Herru, mér er saman hvort sem gæmt eða ekki. I'll take it, frídagur. ég meina. Frí á mandag. Þetta var sem við vorum ekki langt frá þessu. Nei, Hvað er næst þá? Jú, þið voru alveg hefi langt frá nei, þessu, við vissum að þetta verið Jésu tengt. Við vorum ekki það langt frá þessu. Þið voru ekki nálægt þessu. Herðu, þá er næsta. Þá er það hérna hvað er hérna, skal ég segja ykkur meðal tími á sjálfsfrón? Men, þetta er ekki common knowledge. Já, en það er bara búin að, þetta er eitthvað rannsótt sem hann að vitni í, sko. Já, ég er að vitni rannsókn. En málega er að sumir eru náttúrulega heldur snöggir, sko. Og aðrir hægir. Það vil líka bara eftir Þetta er á hvað aldrei ertu. Þetta er meðaltími. 16 ára, það ég sagt svona 30-40 sekundur. Þetta er meðal 42 myndi segja svona góða 3-4 mínútur. Þetta er meðalaldur. Sko, ég segi blöð. Mínúta. Nei, 90 sek. mínúta. 90 sek. Hver hristi Það sig er ekki sjálfsson. Mínútu. Jú. Þetta heldur snöggur hristing. Maður er miklu sneggra því heldur en bara að vera stundu kynni. 57 mín. Nei, Það er ekki mínútu þetta er eitthvað rugglaður. Þetta er 57 mínútur koncept. Á ekki 2 2 mínútur. Mér sko Mér báðir svolítið sko í Way sikur off áttina það. þarna. Nei, ég Erum við bara þar, þá er tekstur á milli. Mér Þetta er 3 og 4 minn. Þetta er 3 og 4 hana. Við lásum annars opna bók hana, tala af sér, sko. 3 og 4 að 5. Sem milli 3 og 4. Það er alveg gott svar. 4. Rannsóknin var enda bara svona slump á mínútuna. Já, 4. sem 4 mín. 4. 4 mín. Já. Já, það er bara hárrétt. Það komið rétt, ég veit ekki hvað ég er að fagna. Ég er ekki neitt í Það kemur. er bara að lesa. Já, Tala af sér. Það eru margar rannsóknir náttúrulega sko. Það er ekki mínútur að hrista sér, sko. þú Það kannski Richard, það er einhverja þessi þekki sem er mínútur, sko. ert 13-14 ára. Já, Ég var ekkert í 4 mínútur, ekki nefnir ég var döð á drukkin, sko. Sem ég var ekki eins og byrjað að drekka. Mínútablu.
Herru, hérna, þá er það síðasta. Já. Þið standið ykkur ákveðlega, við getum fengið 2 stig. Hvað kostar pottur af mjólk út í búð, út í krónu? Nei, út í, bónus. Ég veit ekki, 160 krónur? Nei, svona 137 krónur cirka. 137? Í skeifunni, bónusskeifunni. Eitthvað stær kringu það. Já, 140 kall segir við. 140 krónur, segið þið. Já. Þið megið... Þetta er eitthvað stærlega, þetta er 130 til 145. Já, við segjum 140, ég menna, ef þetta er 140... Nei, ég ætla að gefa ykkur Svara það þá. Já, hvað er fólkið svarað? 175 krónur. Ég sagði Nei. 170 fyrst. Já, þú klúraði þessi ill, sko, þú kemur þetta mér í 130. Já. Helviti er þetta alveg dýrt. Klúðruðum mjólkinni Þeir eru bara og orðnir svo Baby Jesus. ríkir, gerir ykkur ekki grein fyrir neinu. 1 punktur. Herðu, veistu hvað kom ítl út úr þessu? Við veitum ekkert Baby Jesus, við veitum ekki hvað mjólkupottu kostar, en við veitum hvað lengi að runga þér. Ég hef heil ás. FM 95 Blu í samstarfi við Dynout.is og Loop Jalapeno Lime. Þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blu á FM 957 og já, þetta er búin fljótt að liða drengi. Maður er búin að vera í gýr hérna bara í tæpa 2 tíma. Já. Og fyrir ykkur sem er að hlusta og verið í gýra þá er Keiluhöllin byrjuð aftur með 2 fyrir 1 á barnum föstudag og laugardag og rútan er í bæ. Hann er rugglaður, hann setjó. Já, hann er ekkert að fýblast þegar kemur að þessu. Hann er alveg Og crazy, That's what I love about him. Alveg rugglaður, He's sko. attention to details. Gekkjaður. En sko, ég var að spá að enda þetta hérna á sturglegum staðröndum. Hvernig líst ykkur á það? Ég hef meina að kjaftaði og Einmitt. enda þetta er búið að vera svona reynda við fengum Birnir Tökum við þá bara King of Birthdays í næstu viku. Já, hörðu, Klára já hann Við hefum skemmt ekki keppnin eftir líka. Mér vil ég klára hann, þetta er tímalega keppni sko. Það er ekkert stress á mér sko, við getum að klára hann næstu Já, viku. við getum farið í hana líka. Með skýt saman sko. Já, ég er til í allt. Já. I don't give a flying rat's ass sko. Nei, það er bara Þið þannig. farið núna í Ok, en sko eina er að við erum að Steindi þarf að hætta fyrra því að maður fara í hérna Ég er bara til hvað sem Ég vil ekki taka bara birthday boy næst, stendur Já. þeir bara tíma, hann er að fara hvað að fara helliði. Já, nei, ég er að spá tökur. Já. Herru, strákar, við verðum líka að gera þetta. Það var að koma út frábært lag í dag. Já, við ætlum að spila það, Við þetta ætlum að Face klára enda þáttina því. Face Já. Fyrir Jóa P. og Pauly Pelli maður, hann er sko Hann var með okkur úti, það er- toppmaður. Hann algjör meistari. Algjör toppmaður og Jói náttúrulega líka Já, það er nú ekki að kynna hann, það er Nei, snillingur. hann er algjör snillingur og hann er að gera sko flest, já ef ekki öll lögin sjálfur, allavega grunninn á þeim. Hann er að semja þetta og hérna þetta er Er okkar maður Jói, hann er þá í handboltanum? Hann getur Hann leðmennilega. Vonandi. er að fara að gefa út plötu, þetta er fyrsti singull af plötu sem kemur út í Patti er að haust. deyta með þetta bestu vinum sko. Já, toppmaður. Já, Hörru, ég er með tilkynningu. já, Ég er að gefa út lag næsta föstudag, 7 dagar í release. Það er bara þannig. Já. Það er ekki eins og næði. hvað, hvernig þú ert alveg hættur að Ég segja er búin að stegla með þið. Kallar það dæl út Nei, núna? málið er að ég hugsaði, ok, nú er höllin búinn, greatest party of the decade, allt, ok, það er búið. Áfram gakk, hugsaði. Það þýðir ekki að gefa eftir nú, sko. Nei, nei. Og sé, hörru, sem við geðum ykkur hugmyndaðin. Við erum á kótilettin eftir smá. Já, hörru, ég datt inn í hérna reyðrildi á netinu, hvort að reyfið væri dautt. Ég bara, reyfið deyr aldrei, hugsaði ég, sko. Nýbyrjað. Og hugsaði, reyfið deyr aldrei. Rave never dies, það heitir lagið mitt. Heitir lagi Rave Never Dies. Ég er að svara svolítið þessu umræðu sem var í gangi að reyfið væri dautt, sko. Og lendur í rifrildi. Já, ég hendi bara lag, Rave never dies. Já, já. Já, þannig að hver ertu með Sverri eða Jóhannu eða eitthvað með þér? Nei. Nei? Og Ok. hversu, er þetta Nei, nei. hartlag eða er þetta Þetta er mjúkt sömmur. eða þetta er sömmur? Þetta er nett svona old school rave versus new school, svona, þetta er svona ett píkupop. Já, já. Já, fylgða það, við erum Þetta er náttúrulega sömmur, er ekki Já, sömmur? já, ég meina mér Bíddu, þannig að það er að koma næsta föstudag, Ég meina það er allir að fara að dæla út lögum í sumar, allir er eitthvað sumar hittur, ég er ekki svo eini sem er að fara að keira út en þú veist en Þú varst ekki svo fyrsti sem datt þetta í hug. eins og Birnir sagði, hann er búin að semja hann að fara að dæla út sumar, allir að fara að dæla út. Já, það er ekki fínt að fólki hafi líka góða optiona að spila Það var nýtt lög. spinninglag. The rave never dies. Já, Rave never dies. aldrei. Það verður rosalegt. Never. Ég er bara að segja, og ég sagði þetta never með stóru stöðum. Ég myndi skýra það, já. Rave Never Dies, never með að caps. Já. Gerða það fyrir mig. Hérna, ertu búin að posta einhvern nýlega inn á hérna listamanna? Nei, það var Facebooki. reyndum Nei, Nei, rithöfundasambandið. langt síðan ég postaði Þetta eitthvað það stinga upp að partí. Kannski að bjóða mig partí það. Já, Akkur svona- segir ekki, þú setja að gefa út hérna, allir rithöfundar landsins þeir hafa gaman að því, þú segir herru, ég er að gefa út nýtt lag næsta föstudag sem heitir Rave Never Dies og Það er menn mjög vilja gaman mæta að í því, eitthvað smá partí. Já, ég meina, þess að Máni sem kom hann inn, sko Getur boðið Ég kom með Ella, ég var alltaf bara með tokka þráin, sko Ertu komið Nú er komið fleiri að inn, sko Ég held ég klínir svona 2-3 lækum að posta ég keira að inn Hvað var með þetta í lækum? Þetta er hvað, 200 manna grúpa? Tokki þráins Tokki þráins lækaði allt sem sem setur inn, sko Það var svona eini Maður eini Ella hérna, Það er hellingur að liði Nú sem er er komið langar Mána, Kjartan allir Steindi, þú ekki komin inn, þú kastur bók Ég bara er aldrei á Facebook eins og sko. Hvað er að þér?
Nei, sorry Og ég með like þar sko Já, ég get alveg Já, myndi að drepa hendi 1 like og verið að gera þannig. Hann er mest fengið 1 like á rithöfundasambandinu. Já, ég þarf að henda mér að þinn Hann er ekki vinsæll þetta sko. Nei, ég skal gefa like hann Erbyttu, þú þarfst að fara 5 mínútur í. Já. Já, ok, það er að því að með 1 kaffi og eitthvað svona. Ég segi sko, tökum bara líka næst. Já. Þú með geggja sturlaðar, eigum þær í hólu Já. Tökum næsta föstudag King of Being a Birthday Boy Ok. Og sturlaðinni getur breyst fram að keppni sem er skemmtilegt Já, sko, Menn eru það að breytast hólka. ef að Steindi heldur upp á ammali sitt í vikunni en hann á ammali í DS, þannig að það var mjög skrítið. Það er Já, það var mjög rosalegt að keppa við auðda í hvor okkar er meira ammælisbað. Það er bara, þú veist, þetta er bara ekki hægt eins og. Ég skil ekki tilgangin í þess að halda þessu keppni, sko. Hann er kannski með einhverja ásöp í ermið að hann Egil sem hælta þér. Heldur þú? Já, Já, með grunaði líka. kannski Já, er þetta eitthvað, þú veist, hefur hlaupið í kringlunni á ammalinu. Þetta er vonað ekki 10-0 á blöð Ég vona að gefa hann allan að smá þú veist, run for his money Þú vart að berjast. Já, Blöð, já. út að fara í bústað Gott ég er- bústað mökk það er bara að vera að sækja Og hérna. láttu okkar mann Geðu nú lestur í kvöld Láta okkur Segðu nú bara, þú veist Þetta er ekki flókið, bara setur hans klínunni í vinkil En þetta er ekki flókið, smá lestur, þú eru fullur og reyður Ég held að segja síðast þess mikið Ég gestur að kasinu kenna blöð. skara fótbolta sko. Nei, ég get ekki Blöð, tekið fínn í kasinu blöð. Við erum með öll börnin og ég er að veistlust í annarkvöld þannig að ég verð rólegur í kvöld, ég verð ekki fullur reyður. Já, þetta er ekki all helgin Jó, svo bruna ég eftir gigi aftur í bústað. Já, þetta er bara rosalegt Og fram á mánudag. Já, Það er kvitsun helgi. að það er ástæðan fyrir því að það var kom hann andin yfir lærisönn þannig að við lærum það Kom andin, þú googlaði þetta var eitthvað flókið vist svar maður. ha, nei, ég googlaði þetta Hýttir að vera eitthvað meira gest þannig að þess að frýta Er kvítasunni helgi af því að andin komið við lærisvenn? það stóð að Ég hef aldrei Wikipedia. heyrt Það fekk ég mig á trygglu og andið mig í gimminu sko En það er ekki rauðu dagur í Íslandi sko Nei, það var óskandi Það að kemur gerist. góður andið mig og my bodybuilding friends sko Já. Það er rauðu dagur akkur Það kom hróðalur andið yfir Já, sko, þú veist Þá er rauður dagur, Það dagur. kom hróðalur bísið bara einn miðvikudaginn sko Það er hróðalegur andi, þá var náttúrulega gæti Það er rauður dagur sko Það var nokkur rauði dagar. Þetta stóð á Wikipedia, ég veit ekki betur Nei, við Ég get lofa þetta mannjur Ég var ekki þarna, sko treystum þér og Wikipedia. Já. En það er komið að loka mér okkur í dag. Takk fyrir hlustunna í góða kvítasunni helgi. Elsku hlustendur bæði trúaðir og ekki trúaðir. Já, og bara Geta allir notið. Alls konar Er það ekki? allir, jú Við verðum með blöðkastið á þriðjudaginn á sínum stað og svo verðum við mættir hér næsta föstudag í bullandi gýr, nýtt lag frá Agli og eitthvað, þannig að það er stemming. Rave never dies En talandi Come ný- on never Já, Ég come on ætla að never. bæta come on never inn í kvelli Já, sko hentu því inn En talandi ný lög, þetta heitir Face og erum okkar bestu mönnum Jóa P. og Polly. Tjekkum á þessu.